bara velkomin Einar Bárðarson. Takk fyrir það. Velkomin. Gaman að vera komin í þvottahúsið. Já, þú ert bókstaflega í þvottahúsinu. Finnst þetta ekki vera pró? Jú, þetta bara mjög pró. Þú lýstir á lampan. Þetta gamall bara vinnulampi. Sko, þetta gerir bara það sem ég var nú einmitt að rósa lýsingunni þegar ég kom inn það. En þetta hérna já, það er hérna eru menn að ná eins miklu út úr þessu hægt sko. Við erum að krysta þetta alveg bara, það ekkert eftir sko. Þetta í sjávarútveginum að full nýta hráefni. En veistu, við erum líka so far, við erum sjálfbærir. Einmitt. Þáttunum 24 og við erum í rauninni og við erum ekki með neitt spons, það er ekkert í gangi. Nei. Og við erum samt í plus, við fengum eitt lítið gig. Þannig að við erum með lítinn sjóð. Vel gert. Þetta er geggjað. En það er frábært að fá þérna. Ég var búin að senda þér beinagrind og búin að fara aðeins yfir þarna. Ég ætlaði aðeins að fá að skýta upp á bak. Við fleytum okkur aðeins. Já, svo bara látum við gamminn geisa og ég hugsa, Davíð, þú komir inn með eitthvað svona damage control. Það var beinagrind sko og svo tók hann og hann bara snýr hann á koll. Nei, sko, það er beinagrind sko, en málið sko, við erum hérna með þema sem að ég var búin að skrifa sem heitir uppljómun, félagsþroski, sköpun, keppnisskap, framkvæmd, ábyrgð, réttlætiskennd, einmannaleiki og þjáning. Sko, og málið að fyrir 2 vikum síðan vissi ég ekki hver Einar Bárðarson var. Nei. Ég bara hefði ekki hugmynd það og það var annarkvort Fúsi eða Davíð segja við mig, heyrðu, maður fá hann Einar Bárðarson hérna inn maður. Og ég var bara hestamanninn. og Fúsi bara eitthvað, nei, það er einhver annar, hvað hitt hann aftur? Er ekki Sigurbjörn Bárðarson? Já, ég held bara að fá einhvern svona mann í reiðstífulum hérna inn og bara hann með hestáðunum, ekki dægt að hafa hann inn í þvottahúsinu. Nei, og þau bara ekki læg með þig, Einar Bárðarson, hann er fucking kóngurinn, skilur við. Og ég er búin að búa erlendis í 20 ára, en ég kannski veit ekki mikið hvað er í gangi. Þannig ég fyrir að googla Einar Bárðarson og það er bara BAM, skilur við. Það er nefnilega svolítið fyndið að googla Einar Bárðarson. Ef maður sko googlar það rétt, þá er nú svona bara almenn jákvæðni sko. Er það nefnilega? Já, og svo þegar maður googlar sko, þú veist, ef maður sleppir R-inu í Bárðar og eitthvað svona, þá kemur svona, þú veist, þá koma the haters sko. Það er náttúrulega líka bráð fyndið sko. Maður þarf náttúrulega að þekkja mótlandið. Hvað eru þeir að gera? Bara, þú veist, vitulungur og fáiði og eitthvað svona, skilur, bara svona basic sko. En þú ég er búin að spyrjast hans fyrir, þú ert almennt mjög vel liðinn sko. Já, ok. Þannig að sko, málega er, sko, það að ég skul ekki hafa að vita hver þú værir, það er bara, sko, ég er sko undantekningin sem sannar regluna, því allir aðrir virðast. Ég þarf ekki að fara inn á sjálfskoðun eða þetta þarf ekki að leggja djúpt á mér, mennur. Alls ekki. En þannig ég ætla að koma, ég hef eitthvað að hugsa, sko, ég var að tala um vinkonu minna í vinnunni í gær og ég með það, ég er að fá hann Einar Bárðarson maður, í viðtal maður. Hún bara, Einar Bárðarson, hver er það? Já. Og ég bara eitthvað fór að tala. Hann hefði fundið annan Dan. Og ég bara nákvæmlega, hver er það? og ég fór eitthvað að telja upp bara eitthvað, hann gerir þetta og hún bara, what? Og ég fór bara að huglega á þetta í gærkvöldi. Og sko kom til mín. Og ég var alveg eftir að skýta upp á bak núna. Og ég er ekki að reyna eitthvað að lyfta mér upp á eitthvað svona svið sem eitthvað svona skammtaeðlisfræðingur sko, því ég er það ekki, ég er bara gamall stoner sko. Sko, veistu eitthvað hraðalinn þarna í CERN? Altså, LHC-hraðalinn? Já, þegar niftundarhraðalinn sem er sett í gang og þá myndi samfélagið og alheimurinn sem sagt, já, nákvæmlega. Sko, það er LHC-hraðalinn sem tók í gagnið 2012. Já. Svo annar hraðal. Það vera svolítið svona going down síðan. Já, það er eiginlega ekkert að frétta síðan þá sko. En fyrir þetta, þá var annar hraðal sem hétt LEP. Og þeir eru svona að leita af guðseindinni. Já. Skilur við? Já, ég fylgst með þessu. Og ekki af, ég allokatir ekki ákveðnum tíma á dag í þetta, en þegar ég sé þessu bregða fyrir, þá gjói ég, sko. Allt svo guðseindin, hefur þú séð það? Nei, ég hef ekki séð hann, en þess... Svona þess að fyrir sig? Já, nákvæmlega. Því þetta kemur til mín. Það var eitthvað fyrir, það var 2000 og... Já, það var 2000 sem að þeir í rauninni, sko, mögsuðu LEP-hraðalinn. Og veist hvað gerðist þá? Nei. Og gerðist það sama og þegar að mér sagt frá Einari Bárðar. Og það ekki neitt?
sko, þetta er bara rosa sko, þeir eru að fara að loka þessum hraðal en þeir maxan bara, því það er bara þeir eru að fara að byggja nýjan og þeir skjóta hana bara einhverjum rafind og bara og svo framkallaðar árekstur og þeir í rauninni sjá ekki Higgs bóseindina en þeir sjá hvar hún hefur verið skilurðu? Skilurðu hvað þeir að fara? Og það er að sama með þig sko fyrir mér ert þú Higgs bóseindin ég veit ekki, ég hef ekki séð þig en ég sé hvar þú hefur verið bara gegnum síðustu 20 árin sko. Þú sást hérna the scrapbook nákvæmlega og svo fór ég að googla Higgs bóseindin í gær sko. Og þetta er rosalegt sko Higgs sviðið the Higgs field það samanstendur á mörgum bóseindum og þetta er þeir telja að sko að tilgangur þessa sviðs það er, og ég ætla bara að lesa þetta henni upp sko, það er sagt að það gefi ögnum eða eindum massa tilgang þetta er hinn miklu orkugjafi skapari Higgs Einar Baró Ertu að skilja það? Og þú verðist búin að fara í gegnum lífið og þú hleður þessar eindir það er margt til í því yfir í næsta massíf þetta er allt sko, allt sem þú tækir síðan allt í sundur í heiminum bara allt efni þá er það þetta það er plúsar og mínusar á snúningi í kringum hvern annan og það er líka svona pæling sem ég er búin að vera svolítið mikið að ég sá eina pælingu í fréttum rétt fyrir áramót sem ég hef oft velt fyrir mér bara í svona heimspekilegum pælingum en einhvern veginn valla þú voru að orða það því bara þú veist sem nú er ég alveg farin sko nú komin í þótt á sig og það er nefnilega þessi pæling sko að þú veist því meira sem maður sér úr þessum Hubble og Gobble og öllum þessum sjónaukum og öllum þessum ferðalögum eins langt út í hið óendanlega og hægt er að komast á þessum tímapunkti mannkynssögunar að þá verður allt eins og hið minnsta sjónarhorn mannkynssögunar það er bara eitthvað þú veist með öllu smæstu elementum sem hættur að horfa inn í líkamann eða inn í líkamann einhver öðru þá verður allt eins og sólkerfi og sólkerfið er alveg eins og eitthvað bara einhvern end úr líkamann er þetta ekki eitthvað svona holografísk pæling sem þú ert að tala er það ekki? Og ég er alltaf að því ég er svona bara komnir alveg á beinubrautin í þessu samtali sko ég er því meira sem ég spái í tilveru okkar á þessu skiluru maður hefur farið í gegnum einhver upgrade í lífinu og fest á upgrade sem þú ert að ná er bara að reyna að ná einhverjum ná einhverju stöðu og svo reynir að ná einhverju þú veist að gera eitthvað gildandi og svo þú veist ég veit ekki hvar það ferðalega endar en þú veist ég er svona að reyna núna þú veist að gera mig meira gefandi heldur en sko gildandi og svona þú veist og bara svona lifa þú veist í bara ábyrgð sjálfur mér og hérna og skilja eitthvað eftir og hérna og ég er svona mikið ég er að vinna í hérna umhverfisvernd ég er að vinna í verkefni sem heitir Votlendissjóðar sem við erum að reyna að vinna hérna einhverja smásigra í hérna glíminu við losun hérna koldísýrings í hérna umhverfinu og svo er ég að leika mér í þessu ég svona tók það sem svona hálfgerða markaðsæfingu ég ger oft svona sem svona markaðsæfingu það er svona eins og þegar ég bjó til næloflokkin það var bara svona til hamingju með afmæli í það Já, hvað fyrir það? 17 ár að það var svona, þú veist hlutur sem bara fórum mjög vel og breytist í eitthvað skemmtilegt og ég alltaf verið samingi en bara, þú veist, mér langaði bara að sjá hvort það væri hægt að gera þetta á Íslandi og svo eignaðist ég vinnu og alls konar verðmæti út úr þessu sem voru bara skemmtilega minningar og þar sem þetta góðunum en fyrir nokkrum árum þá sá ég að
það tækifæri að búa að normalisera þá hegðun að almenningur færi út að tína rusl. Plokka. Já, það er engin svona efnahagslegi hvatar í því, en það skilur eftir sig svona eitthvað jákvætt, sko. Já, þeir eru það eflaust, sko. Bara... Já, í svona í stærra samhengi. En í þessum hugleikum að vera oftar að spæla, þú veist, og maðurinn heldur hann sé upphafið og endurinn hérna, þú veist, á jörðinni og þú veist, og við séum, þú veist, betur gefur allar skepnunar sem að ganga við liðina okkur og við erum alveg samfærið það, sko. Á sama tíma erum við eina fyrirbæri á jörðinni sem er stanslaust að reyna að kála bæði sjálfum okkur og jörðinni sem við búum á og ég svona og í því samhengi við síðan þess að leita okkar að krabbameinsfrumunum og hérna leitunum að lækningur úr krabbameini. Ég held að við finnum ekki, sko, lækningin á krabbameinu kemur ekki til okkar fyrir að við hættum að vera krabbamein sjálf. Einmitt. Einmitt. Það er ég svona í einhverjum svona pælingum núna, að því að tala um þessa skammtastærðir og þetta allt saman að það er í sínu stærsta er hið smæsta falið og hérna, og það er ekki, sko, veist, leitin er í sjálfum sér ekki til neins, sko. Þú veist, hún er í sjálfum sér bara tímaþjófur, sko. Af því þetta er bara hérna og núna og þú veist, og menni að nota það. En eru við ekki bara alltaf leitandi einhvern veginn út af því einhverju svona örvendingafullu paniki bara eitthvað? Ég leita einhverjum skilningi að því að okkur vantar. Þegar við eigum bara að vera að horfa inn á við. Já, þetta er eins og hérna Þetta er eins og fréttaflutningur sko síðasta 1,5 árs bæði í náttúrulega tengslu við veruna gestin okkar og hérna og svo þetta hérna eldgos núna þessar jarðhræringar sem byrja náttúrulega bara í jarðhræringunum að maðurinn bara verður að vita hvað og maður segir bara það getur hvað veldur því? Það getur engin svarið hættið en af hverju? af hverju verður við að vita? Það er eitthvað svona óboðsleg þörf fyrir að reyna að láta að líta út fyrir að við höfum stjórn á þessu. Nákvæmlega. Og það er ekki, þú veist, sú stjórn er ekki í boði. Eina stjórnin sem er í boði er ábyrgðin á manni sjálfur, á manni sjálfur. Og hérna, og reyna bara, þú veist, að alla, þú veist, fólki í kringu sig upp við það. Það er, þú veist, þú verður bara, það er í boði að taka fulla ábyrgð á því, stýra því algjörlega. En að leita að stjórninni á öllu öðru er í raun og veru uppgjöf á því að sko bera ábyrgð sjálfsögur. Hvaða þjáning var það sem leiddi þig að þessari reynslu? Eitthvað var það? Já, þetta er náttúrulega bara partur af því sem ég var að segja að væri tilgangslustafan sem væri leitin að svona bara skilja sjálfan sig og skilja sjálfan sig í samhengi við hina hlutina. Og ég hef einhvern veginn svona komist að því hægt og rólega að þrátt fyrir að ég sé held ég svona ágætlega gefin svona, við lítum bara svona meðaltal, ég er ekki að tilla mér ofarlega með við það. Já, en bara svona, ef við tökum bara mannkynið og meðaltalið, þá er ég svona kannski svona, þú veist, þá þarf ég kannski ekki að skammast mín neitt. En ég hef hins vegar sko, þá er ég ekki að segja að ég sé eitthvað súpervel gefin, ég held nefnilega sko að þeir sem að það er nefnilega sko, það er þetta sko að vera svo einhvern veginn og vera svo sjúklega vel gefin og gangast upp í því að hafa áhyggjur af öllum öðrum. Það held ég sé alveg hrikaleg byrði í lífinu. Að líf mann snúist það að hafa að vera sko í þessum sko kvíða og þunga gagnvart öllu. Já, en mér finnst þetta áhugavert að segja sko því að er ég raunverulega að hafa áhyggjur á öðrum eða er ég að hafa áhyggjur af því hvernig mér líður þegar ég sé þjáninguna í öðrum? Skilur hvað ég er að segja? Já. Óttast ég ekki bara eigin þjáningu þegar ég sé þjáninguna í öðrum þá er þessi tenging sko og ég óttast þjáninguna sem ég sé í öðrum. Þannig áhyggjurnar eru keyrðar áfram af
ég. Já, ég veit ekki Skilurðu hvað ég er að segja? Já, ég veit ekki hvort að við erum sko, þegar ég er að tala það er þessi þörf margra til þess að vera að samfara allam að þeir hafi rétt fyrir sér í sko, skilur en sko, ef ég sæi einhvern sem ég upplýði sem einhvern sem hefði virkilega einlægar áhyggjur af sko, framtíð mannkynsins en ekki framtíð mannkynsins gagnvart hans hagsmunum sem ég sé miklu meira að þá náttúrulega myndi ég rífast með því en ég hef svona stundum hugsa maður sér bara ánamakurinn, hann er ekkert að pæla þessu og svo samt erum við ekki rosalega mikla vinningu fyrir ánamakið en nú er ég einfald að hluta rosa mikið stundum við þar bara þess að stíga tilbaka og segja þessi hlutir eru svona svolítið fyrir utan það sem ég næði að klára í dag og það svona skulum við ekki sko stökkva og ég hef nefnilega stóft svona ég hafði kannski einhvern tímann áhyggjur af því en það er aðeins skrítið í nálgun mannana gagnvart öllu og svo nálgun mannana á því hvernig sko sumir líta í sama rými og sjá birtu í því og aðrir líta í sama rými og sjá bara og þá er ég ekki að tala um þunglindi eða kvíða því það er öðruvísi heldur bara, við erum að horfa á saman hlutin og ég sé einhver birtu og sé bara, jákvæð svo er næstum að hann sér bara, þetta er bara tónt vesen og sér það ekki bara þetta glasi hálft fullt akkurat þessi saga og maður svona ég til dæmis bara kýs það að sjá það jákvæð út úr hlutunum og í staðin fyrir að tala niður til einhvers eða segja allt sér glata og þar legandi draga alla í kringum mig niður þá kýs ég bara þetta er alveg doable þetta verður svona eins lokið en bara við bara keyrum á þetta og þá og kannski ekki og þá var ég kannski ekki endilega að tala í verklegum tilgangi heldur bara svona þegar maður svona lítur á daginn og veginn og þá er svona stundum eins og það sé afskrifað sem einhver svona bara semi heimska sko að vera cozy já eða vera bara bara uplifting og svona aðeins hvetjandi skilurðu þó maður sjáu kannski alveg að það eru problem sko og maður ekki ignorar það heldur bara að segja en það er nú samt það er að vaðast á þetta já ég meina það er samt alltaf lagi með veðri og svona en það er samt einhver vesen þetta hliður líka orku og þú kemst yfir miklu meira já ef þú konstantli náttúrulega sópar hinnu í fangið á þér þó sé ekki sko þú sé ekki efnisleg þyngd eða þú notar kílómælingarnar þá er það samt að drattast með það er svo tilgangslust og ég hef svona séð margar svona sem ég hef aðeins haft gaman af sem að ganga jafnvel enn lengri í að sprella og hafa gaman hlutunum bara að gefa fólk og skemmtilegt en það verðist við verðum samt alltaf svona gangast upp í að sko að þeir sem hafa miklu meiri áhyggjur við þeir hljóta að vera að fatta þetta miklu betur er að skilja og ég held að sé alveg akkurat öfugt sko þeir sem eru alveg að sálast ég skil hvað þú átt að segja það er bara þannig þú ert bara að drepa stór áhyggjum sem að þú ferð ekki með neitt sko fyrir neitt en þetta er svona vangaveltur svona líðandi stundar því að núna erum við bara í ástandi það sem er hægt að vera bara þetta er bara aðstæð sem við erum í stjórn skilju og hvað ertu þá þetta er sér las bókinu en það heldur neitt þetta svolítið langt síðan The Art of Not Giving a Fuck já, hún er sjúklega já og það er bara svona skilju bara sleppt þessu skilju þú bara ræðir ekkert við þetta skiptir engu máli þetta gerir svo oft í daglegu lífi hjá manni í vinnun og alls konar bara anda og bara don't give a fuck og sogast ekki upp í svona 2 tíma eða hálfstags hvirfilvindi yfir einhverju sem að svo kemur bara heim og svo bara allir bara vá, hvað við erum stanslust að taka afstöðu með það móti og það þarf ekki rétt að hún komst á Kári Stefáns bara í Kastljósi og veistu hvað Gaurin segir hann neymdroppaði Brynjar Níelsen hann sagði Brynjar Trump Níelsen hver sagði það? Kárin hann sagði það bara í Kastljósi hann Brynjar Trump Níelsen en nógu það sko
þarna finnst mér það sá góði maður sem þú taka niður þegar hann fer í sko ég veit að hann ber ekki drosa mikla veringu fyrir Bjarna Benediktssyni og ég þarf, ég veit það og ég veit hvað hann kemur á allt öðrum stað og aðdáðan verður stað sem hann á en þegar hann kallar Brynjar fíbl, þegar hann kallar Bjarna Ben fíbl eða eitthvað aðra þá er hann að fara niður á stað sem að ég vil helst ekki sjá svoleiðis svo gauður svo Kára þá er neila komin svona netpolítist því svo sér maður hann og þetta kemur upp í mér bara ég bara fatta það núna þegar ég er að hlusta á þú fer meira á sveif með Brynjari heldur niður þú er ekkert saman ég finna, það er eins og sé verið að púlla mig að okkur áttina bara með eða á móti sko, alltaf þessi afstæð ég er nefnilega svolítið búin að vera að æfa mig á því svona síðustu ár að ég mitt sko stíga ekki endilega inn í afstöðuna bara leifa mér að hafa leifa mér bara að velta því fyrir mér bara báðum liðum. Þetta er eitthvað svona buddíska pælingar, ertu eitthvað í því að? Nei, þetta er nú bara þetta er nefnilega, og það er enn eitt sem ég spáði mjög mikið í, það er að því að buddismin og þú veist, það er pælingar og þetta, þessi mildi og þessi kærleikur sem kemur þaðan hann er grunnstefið í kristni og sem er svo grunnstefið eiginlega í öllum öðrum trúarbrögðum en einhvern veginn finnst okkur hann mest appellerandi í gegnum buddismann að því það er ekki búið að skrifa hann upp í sens að það sem er bannað í markaðsfræðum og auglýsingum á Íslandi að lýsa öll í hæstast í lýsingarorða en biblían og öll kristin skrif eru ekkert nema sko hæsta gildi sem að hefur algjörlega sko tekið botnin úr grunngildunum því að það er ekki róði í sko heilaleikan þegar að það er búið að skreita allar 500 eitthvað blaðsíðurnar og þá er bara kærleikur og ást er bara einhvern veginn er bara þessi grunngildi og það er bara þetta bara, þessi svona fyrirgefning og lifa í ábyrgð menn er að lesa þetta í öllum þessum trúarbrögðum svo komast menn að rosa skrið í upp úr 1990 með Brian Tracy allir í business að læra Brian Tracy og eitthvað svona tímastjórnun og allt sama og í biblíunni bara duglegur, vakna snemma fylgin sér og halda áfram búum rúmið þannig að þessi góð orka þetta er bara allt sama systemi sko. þannig að þessi ég nefndi á hann sko maður er maður bara svona á þeim stað núna sem að maður er svona maður er búin að gera mjög margt að því sem manni fannst spennandi að prófa og ekki endilega í verkefnunum sjálfum heldur sko upplifunni og svona ferðalögunum í gegn og maður sé svona, maður langar að gera meira svona og maður langar að gera meira svona því að ég fann þetta í þessu og fann þetta í hennu það er svona, maður er svona þess að og svona og maður hefur ekki mikið að sanna fyrir neinum lengur En var það ásetningur? Nei, sko við byrjuðum með endan en þið veitir sko það er allir það vilja allir búa sér til sitt þú veist menn skapa og svona þér langar að verða svona maður, arkitekt eða málari eða eitthvað svona, þá þarf þetta að gera ákveðna hluti og þetta var náttúrulega að læra að verða það eða læra til þess sko þú ætlar að vera húsasmíðameistari eitthvað þá er bara ákveðin staðar sem þú byrja og svo þarf þetta að vera svona gildandi og meðal þeirra sem eru að vinna í því og svo þarf þetta að sína fram á og getur byggt svona hús og getur gert það þannig að það standi og það hef ekki kostað þann sem keypti verkið aðleguna og svo fræðis og svo einhvern veginn svona svo einhvern veginn ertu bara orðin góður í því og þá ferðu kannski að velja svona verkefni sem að stálbyggingar eða endurreisn á torfbæjum eitthvað skýr það bara sérhæfing og það bara og þá, kannski ekki endilega sko sérhæfing í svona áferð verksins heldur áferð framkvæmdarinnar og innri struktúr verksins kannski þannig að maður svona maður hefur
og maður svona fer þá í það að búa sér til eitt sko, þú veist, fjárhagslegu forsendur verksins, þú veist, að það þurfa allir að lifa og maður þurfa að búa sér til eitthvað farveit til að, þú veist, hafa ofur í sig á og svo það hitt að bara ég til í að vinna annað verka með þessum hóp, þetta var rosa skemmtilegur hópur sko, þú veist, ég þarf ekki að þú veist, þessu í dag kannski menn ringi mig og beða mig okkar ráðgjöf og svona, þú veist, og ég er alltaf heiminn í dagvinnu en svo, þú veist, stingum maður sér í eitt og eitt svona aukaverkefni svona í kvöld og helgar og eitthvað svona, þú veist, og það kannski ringt nokkur sem ég maður svona leða okkur byrja og segja, já, hvað tekur á tíma, eða hvernig er það? Já, það er bara svona, þú veist, ég get svo sem alveg sagt er það, ég hef eiginlega ekkert áhuga á því samt að fara í svoleiðis vegferði með einhverjum sem veit ekki hvað þeir að fá frá Einari Bárðarsyni. Þegar maður ringi í Einar Bárðarson, þá vita þeir bara hvað þeim vantar, en þegar þú veist ekki hvað þeir vantar og veist jafnvel ekki hvað það er eða hvað það kostar, þá er bara svona, ég eiginlega nenni ekki að eyða 5 eða 10 klukkutímum í það að finna út úr því hvort þú þurfir á mér að halda. Ég á Ford Econoline sem heiðir alltaf miklu bensíni og hann heiðir svo miklu bensíni að ég sem smíðakennari, ég hef gefna á reka og ég get ekki selt það, ég vil ekki kaupa hann er bara í geimstöðstar og ég hef reynt að selja hann okkur sinnum, þá fæ ég posta hvað er hann að eyða á 100? Það er ekki svo sem er að fara að kaupa og það er bara delete þetta er nákvæmlega þetta en þarna erum við bara að tala sko, maður er bara komin á einhvern stað sem að maður getur þá kannski þetta gerir svo sem ekkit oft eða svo sem bara, ég bara það eru nokkri vinir mínir sem maður svona grípur boltan með öðru kóða og það er kannski kringum eitthvað gig eða eitthvað bara svona og þá er maður bara svona, þetta kemur maður með, maður er ekki all dræfurinn, maður svona gerir það sem maður er góður í og með svona kunna og það þykir mér bara skemmtilegt svona og ég var aðeins verið að hjálpa Helga Björns og í kringum þetta. Þú gefur þeim massa. Já, ég bara, hvert er þá þitt hlutverk hérna innan, ertu þú bara ertu superglúið? Já, ég bara svona, bara ringdi í mig 2-3 viku og þú veist, menn eru bara að áfæra sig að því þar var allir þar er alveg valinn maður í hverju rúmi í tónlistinni hann er performer og ég var svona einhvers konar hérna millistykki milli sjónvarpsstöðvarinnar og verkefnisins og hérna sjónvarpsstjórinn sá sem er yfir sjónvarpi Símans er gamall vinur minn og Helgi er gamall vinur minn og lærimeistari í þessum bransa hérna og þá svona talaði ég þá inn á að fatta að þeir voru að tala sama hlutinn og já, kom eitthvað svona aðeins að lagavali og þessari áferð svona sem við lögum okkur allir svolítið að búa til. En ég er svo rugglaður, sko, þú ert tónlistarmaður. Nei, sko, ég er aðalega er ég kannski svona lagahöfundur og svo er ég umboðsmaður mikið. Já, ég var aldrei hljómsveitar kall sjálfur nema bara í smá tíma bara í framhaldsskóla en ég var aldrei flytjandi upp á sviði, Nei, ok, við ætlum að koma aðeins inn á það því sko ég talaði við mann í dag sem að sagðist þekkja þig og hann talaði mjög vel þig og hann sagði að þú væri sko ótrúlega vel liðinn með flott mannorð takk fyrir það og þú hafi bara mögulega einu sinni skitið upp á bak svona smá en það væri samt bara mjög skiljanlegt það svo skita sem kannski skilgreinist ekki einu sinni sem skita sko. Við getum komið inn á það eftir þú vilt. Nei, hvað er bara með það? Við ekki að taka það hérna? Sko, hvernig byrja? Það fylgja grindinni? Nei, við erum bara, maður er alveg bara í rugglinu sko, en hann segi sko, hann sagði að þú væri sko harður businessmaður og harður í samningum en væri samt sem maður mjög sanngjarn og þú væri til að tala með. Þú væri bara raunhæfur en þú væri mjög harður samningsmaður. En svo hann að segja, en svo er hann líka skaparinn sko, svo er hann líka frjór og hérna, þannig að þú virðist vera með þetta bara einhvern veginn báða hluti. Bæði element virk í þess. Ég hef aldrei sko nefnilega margir að séð mig sem svona einhvern businessmann. Já. Og það er kannski að því að ég hef kannski verið með mikinn business ég var kannski að nota mikið af business aðferðafræði að ég lærði það en kannski tónlistina sem menn voru ekki vanið í en ef þú færir með mig inn í einhvern business heim þá væri það örugglega ekki þannig og ég tel mig ég hef kannski einstakar sinnum verið mjög
harður og fylgir mér í einhverjum samningagerð en þá hefur það nú verið að því ég hef haft einhvern annan dræfur kannski heldur en kannski frekar að sko réttlætiskennd kerið áfram heldur en kannski endilega sko síkin í sko einhver x mikið á nullum eða svoleiðis sko. Þetta ekki kerið áfram með einhverjum hagvexti þannig? Nei, að mitt prinsip í öllu er bara basically það. Ég til mér við gerðum mjög langan og umfangsmikinn umboðssamning þegar ég settist niður og við gerðum sem sagt þetta nælonverkefni. Þá gerði ég mjög umfangsmikinn samning við stelpunar. Hann var mjög þykkur og þú veist, en það var aldrei litið á samningin aftur. Skilur fyrir að bara hann var leystur upp einhverjum ára setna. Í prinsipinu var það þannig bara þið að gera þetta og ég að gera þetta og þetta próstan og ég man ekki til þess að hann hafi noktið verið skoðar eftir það. Svo gerði ég akkurat öfugt með Garðari Cortes. Við samtum bara þú syngur, ég ger þetta og þetta próstan og við unnum jafn lengi saman og það kom aldrei til umræðu neitt sem að hefði geta verið þægilega ef við hefðum gerð samning. Það bara skipti ekki máli. Þetta er bara meginverkefni. Og þá sagði eitthvað svona, hvað varstu ekki með samning í Garðar, bara út í London eitthvað maður og bresku tónlistöðluna, hvað þetta klikkar. Ég sagði, já, ég vil náttúrulega líka bara geta labba út þegar ef einhver misbýður mér, sem hann svo sem gerði aldrei, en þú veist, þetta er alltaf, sko, þetta er ekki spurning, ef einhver ætlar að vinna saman, þá bara þurfa fórsendunar að vera bara á vilja, þú veist, ekki halda einhverju gísling á einhverju samning, á límið samningsins, en eins og ég segi, það kom aldrei til kastan í hvoru tilfellinu, og svo bara og eins og núna í dag, þú veist, ég var kannski að vinna með einhverju verkefni sem að maður er með einhverju svona kostendur eða samstagsæla, einhverju svona og ég hef bara alltaf haft að ég hef áhuga að vinna með þessu vörumerki þessum aðila, þú veist, skilur og ef okkur greinir á að viðkomandi hafi ekki fengið kannski alveg nóg þetta árið eða í þessari umferð eitthvað svona að þá sé bara, veist, hvernig vilt þú gera þetta þannig að við gerum þetta aftur á næsta ári að ég er í samsöðu í dag er ég ekki að gera mikið sem er svona eitthvað svona startup eða svona dót ég er bara í þessu starfi á Ótlendisjóði og svo er ég með svona einstaka hluti sem ég vil bara gangi bara smúð Ótlendisjóður er 100% starf eða ekki? Já, en svo er ég með svona ákveði verkefni það sem eru jafnvel einhverjir aðrir bara sem sjá dagstæðlegu verkefnin eins og þessir íþróttaviðburðir sem ég hef verið að búa til sem ég hef svona svolítið tekið Kia og þetta þannig að það allt stopp eða ekki? Nei, við heldum okkar ívent allar í fyrra Jú, það var í fyrra, já og svo ger ég ekki ráð fyrir öðrum að við gerum það núna en þar er ég einmitt með kannski með stóra kostendur í stórum verkefnum og þá er einmitt, þú veist Hvað er dræfið á baku þetta hjólreiða gigg? Ég talaði um mannum daginn sem einmitt þekkti ekki en svona vissi af þér ég spurði Einar Bárðarson, er hann hjólreiðamaður? Já, ekki alltaf á hjólinu ég veit ekki hvað það er mikið hjólreiðamaður hann er alveg búin að gera alveg ótrúlega mikið fyrir hjólreiðasporti og þetta er alveg stór gaur þar inni ég hérna af hverju? Það er nú bara því ég var svona eiginlega búin að gera allt sem ég langaði í tónlist en það kringum 2008 þegar ég kem heim frá London og mér langaði bara að gera eitthvað allt annað og svo sá nú reyndar efnahagshrunið það var nú svo sem ekki mikið eftirspurn eftir fyrirvændi umboðsmönnum ég er svona reynd að fara að finna mér eitthvað annað að gera og bjóð til útastöð sem ég seldi svo Símanum sem seldi síðan Morgunblaðinana og ég er farin að sjá Morgunþætti þar á laugardögum allt fyrir ringi en það var þess að K100 sem ég stofnaði Ert þú þar núna líka? Já, bara tiltölulega nýtill komið svona laugardagsprogram en þá plötuðu mér nokkur strákar að hjóla með sér í 2010 eða 11 maður langar að segja 2010 í einni erfiðustu fjallagálakemmi landsins og ég hafði nú ekkert erindi í það sko. En gerðu það samt? Já, og þessu var þetta með flott hjól og ég gæti nú ekki staðist það en þá voru þess 4 svona helviti hrókafullir fyrirvændi Íslandsmeistari þú veist og þá verandi Íslandsmeistari í öllum hjólreiðum og einhverju 2-3 viðbót vinna en þá var það þannig að þeir þurftu bara tíma 3 bestu til þess að telja varstu bara uppfyllingar þeir höfðu einn í backup og svo einn bara djók það er bara einhvern frægur fyndin, þú veist, asnalegu gaur Þú varst fengið til þess að gefa þeim massa já
og svo gerðum við þetta og ég var með eitthvað yfirlýsingar það að ég ætla að enda á palli í þessar keppni, ég ætla að koma mér á velunapall og það fór náttúrulega allir fjölmiðlar að skella hlæja af þessu en þetta var 600-700 manna hjólreiðakeppni ég kom ekki síðastur í mark en sem sagt, við fórum á velunapall með þetta lið og þetta var svona svolítið brandari og sumir segja að þetta sé upphafið af hjólaæðinu á Íslandi meiri sé að Íslandsmeistari þáverandi segir að það hafi allt breyst þetta ár og og það er bara gaman þetta var sem sagt fjallahjólakeppni og mér finnst þetta svo sjúklega gaman og mér finnst svo gaman að hjóla og stemningin og þessi bara, þú veist, þú kemur bara í mark og þú veit bara í einhverju hvað heitir það þú veit bara sælu vími og ég svo fyrir mig ok, það til svona stór fjallahjólakeppni ok, og þú veist, eitthvað svona og svo segja ok, en það vantar svona kannski svona þannig ég sá svona tækifæri að gera svona götuhjóla sem þessi reisara var þetta ekkert komið þá? Ekki svona ég ætla bara að taka allt sem ég kann úr sko viðbörðum og skemmtun og blanda því við svona almenningsíþrótt og ég ætla bara að búa til stærstu svona götuhjólakeppni á Íslandi og það tókst í raun og veru og það Gígakollringurinn og varstu einn í þessu? Já, ég gerði þetta með svona 3 vikna fyrirvara fyrst og aðalega var ég bara að hugsa, ég bara held eina helvitskeppni og fekk fullt af ljósmyndurum og alls konar svona með mér sko af því þá var ég eiginlega bara að pæli að búa til sko markaðsefni fyrir næsta ár því ég var svona alveg að spá ég hætta við þetta eins og þess að ég læsi mig inni bara með því að gera þetta og búa til markaðsefni og fara að prómótera sko strax næsta ár og það fór, þú veist, það var einhver 90 fyrsta ári og svo komið 200 og svo komið 400 og svo hefur þetta verið í svona 600-800 keppandum ári og svo fyrir 4 árum síðan þá kom vinur minn til minn sem að hafi verið að takast á við það að reyna að halda svona utanvegarhlaup keppni í Hveragerði sem var yfir Hengilinn og niður Slækjupinnskarð og allt tilbaka og segi bara, þú veist, við erum búin að fylgjast með þarna upp á Laugarvatni og þetta er svona gamall kunningi minn úr gagnfræðaskóla sem ég hafði aldrei séð fyrir mér sem fjallahlaupara en það sagði bara, við vitum að þú veist, úti í Sviss og Fraklandi er verið að halda svona keppnir skilur í bara bæ sem í Jafnstór og Hveragerði og það komið bara þúsundir á hverju ári og þú veist, þetta álega verið hægt og bara þú getur gert það og takt þetta bara og mútt eiga bara þetta hana últrahlaup? Já, Hengill últra Já, einmitt og ég fór í það fyrir 4 árum og það voru 700 keppendur í þeirra ástæðum í einhver 1300 keppendur núna og þá ég að búa til svona umhverfi sem sem sagt, ef þú ert íþróttamaður þá getur þú reynt á þig alveg fyrir allan peningin hinna gæsalappa það fullkomið öryggi og allt í kringum þetta en svo þegar þú kemur í mark þá þetta event og það þú veist, þú hleypur inn í mark og fullt áhorfendum og það músík og það skemmtun og það uppbytun og undan og þannig að það sem að fólk að sækjast í þarna bara svona, þú veist, þetta festival og ég sem bara því ég reyndi á tímabili að finna einhverja leiði því að reyna að búa til svona músíkfestival og þau skötuðu alltaf svo rosalega hrætt í átt sko að það voru bara 20 fyllibittur sem ákváðu það sko hvernig ímynd verkefni stæði eftir þetta miklu þannig að bara allir bara í sjúklegri endorfínvímu og þetta besti markaður og 1-2 bjórar og svona og svo bara grill og gaman og svo og allir bara í svona miklu þakklæti og gleði þannig að ég svona engin Eldborg nei og eins og þar aftur maður fór eftir öllum reglum öllum leiðbeiningum lögreglu þú hefur fyrsta hátíðin í mörg ár sem leiði Stígamótum að koma og það allt gert nákvæmlega hvaða hátíð þetta vísi núna? Eldborg 2001 varst þú með Eldborg? Ég vissi það ekki einu sinni hinn þekkti önnur hindi en varum svona slæmsamaborið bara við þjóðhátíð almennt þetta ekki hæp eða í það sem var til það komu nákvæmlega upp 29 fíkniefnamálana en það var nú kannski vegna þess að við borguðum nú með minnir að við höfum borgað 5 milljónir í löggæslukostnað fyrir helgina þannig að það var nú lögreglumönnum þá fyrir 20 ára síðan Þetta eina útihátíðin sem ég farið á þetta var svo fyrsta og síðasta ég ákvaði að nota mín lyf bara í einrúmi eftir þetta menn ef svo var alveg allar fréttir helgarnar gengur út á eitthvað eitulöð sem að hét smjörsýra svo hefur það aldrei komið í fréttir hvorki fyrir niður síðan nei, það var eitthvað smá ekstasi ég veit ekki hvað það var nei, það var svona 10 manns kannski en sko það kom upp 29 fíkniefnamál helginni og það var sko
þeir sem að stóðu fyrir þjóðhátíð þá bara sko þeir kröfðust þess að dómsmálaráðuneytinu að bara þeir gerðu opinber rannsókn á þessu hátíðarhaldi og árið eftir og með sérstaklega minnist að þetta kom 97 fíkniefnamál í lögregluembætti lögreglustjórans í Vestmannaeyjum en hátíðin fór að sögn vel fram þar liggur náttúrulega sko þetta er líka bara stemmingurinn það er líka bara tónlistin og þetta reyðdót skilur það er líka bara því hittir þessi gamla konuna fjáröflunarleið og svo er enga framtæki hins vegar og allt það sko en ég er svo í því tilfelli ég bara ég var svona maður var aðeins bitur og reiður fyrst sko hvernig hefði verið farið svona afmann í fjölmennum og svoleiðis og ýmislegt sem að mér fannst svona það var ekki skitan sem ég var að tala um en sko það er ekkert varið í lífið nema sko að læra almennilega á það og maður lærir náttúrulega almennilega á það á svona dögum en hvernig ferðu að því, þú ert þarna með hugmynd og þið eru með stóra hátíð hvernig ferðu að því bara kýla hlutina fjármagna þetta ná í, var ekki Prodigy hérna? Nei, það var hérna Nei, það var hérna Uxi Varstu með Uxi? Nei, það var 97 það voru hérna og 2 árum eftir eða eitthvað Nei, það var 3-4 árum áður Hverju voru Eldborg? Það var Compact Jet Black Joe var svona race heist en annars vorum við vorum sko mjög hérna equal opportunity sko við vorum með Ludo og Stefán og Jet Black Joe og Skítamoral og ég held að við verðum bara með alla sem voru að spila þessa helgi missa þessu sko en þetta var mjög skemmtilegt og þetta var mikil eldskýrn og að lendi í svona fyrsta skipti í svona fjölmiðlastormi það er helviti mikil reynsla sko komið út í flús þú átt bara enga vinni það er bara þú ert bara public enemy number 1 og það er bara að taka það herðu það var sko spáð glampandi sólskin á Kaldármelum sem sagt í aðdraganda Vesturmannahelgarinnar allan tíman í aðdraganda Vesturmannahelgarinnar við seldum eitthvað 5.000 miða þetta minnir að það hafi verið eitthvað rétt undir eitthvað 4.800 og eitthvað miðar og við veltum 75 milljónum á hátíðinni og mér minnir að það hafi verið 1200.000 í hagnað fyrir gigantíska vinnu við þess að bestu mögulegu aðstæður sko veðurfarslega og eitthvað svo það hefði ekki mátt tæpara standa Nei, ekki mátt tæpara standa þannig að hvatinn eða hvatinn hjá mér til þess að fara út í annað Vesturmannahelgarævintýri var semst ekkert en svo tók mig kannski 1,5 ára svona að vinna mig út úr því að hafa verið gerður að semst að einhverjum skonar spítsala og eitthvað prómóta Var það þannig það? Já, menn voru, þú veist að ringinn í Reykjavík síðdegis og telja niður, sko, þú veist þess var svona margar kærur kynferðisbrot og þá var það svona mikill hagnaður per kæru og eitthvað svona menn voru algjörlega út á túnni, sko í hérna menn fór alveg yfir strikið í, sko í áfællisdómnum, sko en svo er þetta náttúrulega bara þetta er stór skóli maður já en eins og ég segi, þú veist, hátíðin var framkvæmt alveg nákvæmlega eins og lögreglan og stígamót og allir vildi að hún færi fram og svo fóru bara allir að láta í sér heyra eftir helgina til þess að fá auka fjárveitingu fyrir næsta ári og það skildi vera haldin önnur hátíð, sko þú veist, þetta er bara þetta er áhugaverð þetta er ótrúlegt maður segðu mér eitt þannig, ertu búin að vera giftu sömu konunni allan þennan tíma? Við erum mjög gamaldags ég er þess að kynntist konu minni 97-98 og við fórum að vera saman 98 og við trúluðum okkur 2000 og giftum okkur 2005 og eigum 2 börn sem sagt fædd 2006 og 2008 þannig að þetta er alveg gríðarlega hallarslegt engin börn utan hjónabands og allt mjög svona þetta hljómar mjög næ, sko þetta er mjög íhaldsamt en vissi hún alveg að hverju hún var að ganga þegar hún svona, kynntist þér? Já, ég held það, já og hún er svona, við höfum svolítið talað eins og með hana Katrínu, við báðu giftir Katrínum og þú talaði hversu vel giftur þú ert, sko, því konan þín bara segir bara já við öllu bara Norður-Kórea, bara ekkert máliskan, bye bye og veist, sem hún gerði, ég meina, er konan þín svona já-kona líka, alveg? Já, hann vil ekki að segja náttúrulega Treystur hún þig bara alveg 100%? Já, hún getur að þekkja þig Já, og svona, þú veist og ég held að
ég held að, og það sé hún reyndar gagnkvæmt sko, í þessu sambandi. Hún reyndar ekki jafn ævintýra gjörn og ég, hún alltaf öðruvísi karakter. Hún svo sem heldur í flugdrekan. Við svona stiðum hvort annað, já, hún svona líka, veist, hún leiðbeinir mér í því að svona að passa upp á sjálf mig. Leitar eru svona dómgrindar hjá henni? Já. Stundum fer ég í fíla því hún ekki sjúklega hrifin af hugmyndunum og ég sko, það kemur alveg fyrir. En stundum rennur við fyrir mér að hún kunni væntanlega hugsanlega hafa rétt fyrir sér í því. En já, en ég held sko að svo lærir maður að vera varkarari sjálfur, maður verður áhættu fælnari með árunum og maður svona svo maður notir svona frekar svona hallarslega, karlaga og kvenfyrirlitningarlega svona lýsingu að það var þegar gamla og unga nautið komið labbandi yfir hæðina og sá allar kvígurnar niðri og unga nautið sagði pabbi ekki að hlaupa niður og reyna ná einhverjum af þessum kerlingum svo ég orðið það svona snittilega og það sagði nei, bara röltum þetta og tökum það allar. Það er að segja með árunum sittum á hlutinu þannig að maður gerir ekkert til eins árs. Eins og allmest með þessar keppnir ég er búin að vera 10 ára þróaður ég hef ekki haft peninga til að sitja í keppninar. Er þetta sjálfbært? Þetta verkefni? Já, en það var það ekki í 4-5 ár. Ég setti allt inn í þar aftur og oft stundum meira heldur en sko ég reyndi alvarlega á svona vini og kunningjar sem voru að lega mér hljóðkerfi og lega mér hitt og þetta í þetta að ég bara sagði þetta verður svona gæðis einhvern tímann í ár fór þetta ekki alveg nú vel þegar aðeins að yngra með þetta og svo skrafum maður saman og nær og klárar þannig ég þetta var allt sem hefur verið komið inn á þessa keppni það hefur farið í það að gera umhverfið og það skemmtilegra en hugmyndafræðin hjá mér sérstaklega gagnvart sko hengil últrakeppninni er svo að kannski eitt svona 5 eða 10 ár sem þá orðin 20 ára saga þessa viðburðar þá verði hann hugsanlega bara nóg fyrir manni svo mig til þess að bara vera sýsla í þetta verði bara 3-4 manna stór viðburður svona í Norður-Evrópu í hlaupa heiminum af því að þessi viðburður hefur alla þá burði þó að hinir 3 sem við erum með verði kannski aldrei neitt mikið stærri en það en þetta utan við að hlaupa dæmi þessar aðstæðar upp á hengli sem eru 3 veðurkerfi rosalega margbreytileg náttúra það þú getur hlaupa í gegnum nánast svona einbyggða heita potta og það eru hverir og það eru leir og það eru klettar og einum stað lúkar þetta eins og eitthvað frá Íran og annar stað lítur þetta út eins og eitthvað frá Nýja Sjálandi og svo þetta laupi gegnum Reykjadalsanna sem náttúrulega bara eins og eitthvað úr Emil Gattolti og það er svo óbúslega fjölbreytni hana. Algjörlega. Þetta lítur að púlla fólk að utan frá. Er það byrjað á því? Já, það voru keppendur frá 40 löndum árið 2019. Þannig að ég er svona Þú byrjar að rúlla þannig að bara einhverjum bolta. Já, og það er bara svona langtíma verkefni og ég hef í saman sem einhvern tímann var maður að reyna að leita einhverjum fjármagni inn í þetta til þess að en svo er bara sem er þetta er bara eins og allt sem að þarf að maður þarf bara að næra þetta og láta vaksa ekki við erum alltaf mjög upptekinn af því náttúrulegu þolmörkunum og það er náttúrulegu þolmörk þarna uppi í þessari braut en svo er líka sko félagslegu samfélagslegu þolmörkin sem eru að koma inn í Hveragerði með í fyrra 700 manna keppni og svo núna 12-13 manna keppni maður þarf að vera vissum að taka bæjarnir ekki þátt í líka Jú, sko, til með sveitarfélagið tekur okkur ánum örmum hann í Hveragerði og styður verkefni upp á ákveðnu leyti en það fer aldrei inn í reksturinn hjá okkur heldur snúið við okkur við að semja við íþróttafélag á staðnum þannig að sveitarfélagi borgar íþróttafélagum sínum fyrir að vinna mótunum með okkur sinna bara ákveðnu verkefnum og það er mjög góð reynsla á þetta og við erum að fara með þetta mótilinn á Selfoss þannig að
blakið og körfuboltinn í Hveragerði og vonandi fótboltinn og feimleikarnir og frjálsíþróttar hérna hreyfingin á Selfossi eru þar alvegandi í staðin fyrir að reyna að vera að halda í staðin fyrir að formaður en kannski eitt árið fá einhver hugmyndum að halda eitthvað mót sem að svo næsti formaður kannski nennir ekki að halda sem fjáröflum fyrir klúbbin þá er bara komið tækifæri þarna með svona bara semi-professional keppni þar sem þeir fá bara þessi félög fá ákveðin verkefninni og endanum skila sambarlegum tekjum en áhættan eða áhyggjan af stóru myndin er kannski ekki einhvers formann sem var kosin til 2 ára eða þú veist stjórnar sem að situr allt í henni og það var svolítið sáum við í fyrra þegar við bara settum hausinn á undan okkur og skrifum nýja reglum með frjálsíþróttasamband Íslands hérna með að við sóttvarnareglur sem þá voru en svo náttúrulega bara þú ert bara 7 manna nefnd í einhverju íþróttafélagi að fara að halda eitthvað hlaup menn bara vaksa hendur og segja bara við tökum bara næsta ári sem er líka alveg skiljanlegt en við erum bara í þessu þú veist svo ertu með íþróttabandala Reykjavíkur sem er í þessu bara sem er algjör atvinna það sem er bara með fólk sem vinnur bara þú ert að púlla þetta bara eins og hvernig ert að komast, ert þú bara mistari á Asana með þitt temi og Trello og eitthvað hvernig kemst yfir, þú ert í vinnu skilur þú talar eins og það sé bara hjá orkum en þetta er greina svo eru börnana líka og með börn og svo hoppar í útvarpið það er ekki þetta skemmtilegt eins og komið Görgir með pappa nei, þú ert að vera mistari í tímastjórn ég er ekki vissum að það sé alls saman því en ég veit, þú ert alveg potið ekki drikk eða sem margir tatsi, hún svaf bara 2 sólaringa 2 tíma sólaring sko ég er endar sko sefur kannski ekki hvernig er típisku dagur ég er endar hætti sko ég ætlaði einu sinni að hætta að drekka áfengi í 1 ár en það er semst 4 ár síðan en ég bara það er einmitt sko þá fyrir maður bara að vinna meira en þá fyrir maður meiri tíma fyrir það sem er skemmtilegt en eins og ég klári hitt það er núna í dag er teimið í kringu kemna 9 manns sem er svona more or less allt árið í kring með mér í þessu og núna allir minnst svo núna þegar við erum undirbúið þetta þá er ein manneski sem er í hálfstaksstarfi og svo erum við með samstarfssamning við viðburðarstjórnunar námið í háskólanum á Hólum það sem við erum þá með 2 svona starfsnema sem eru að vinna með þeim sem er að stýra keppnina fyrir okkur þetta er snill þetta lýst með það og það er bara og eins og sé þetta er bara alltaf vaxið svona hægt og rólega svona lífrænt það er núna í ár er ein manneskja sem er bara ábyrgð á öllum velunafendingum allra keppnina hún er bara ábyrg á keppandanum eftir hann kemur yfir finnislínuna allt eftir finnislínuna þessi manneskja er bara ábyrgð á því allar drykkjastöðar ein manneskja veitingastöðar ein manneskja með því allt grill og drykkir eftir það er bara einn yfir því og svo er einn mótstjóri sem er ekki ég þannig að þetta er svona það var náttúrulega ekki hægt að gera þetta allt upp á rassanum sko. En maður spyrir einu með hjólakeppnina, þú ert með manneski drykkjastöðun og það er allir ferlar til staðar svo gerist þetta slys var það fyrir 3 árum fyrir 3 árum og þú ert bara með hjólakeppni, allt undirbúið ferlarnir, allt á hreinu og svo bara gerist eitthvað og hvað fer þá í gang, hvað gerist? Það er bara, ég held ég hafi sagt það einhvers staðar áður, það er bara verið líklega 2 erfiðustu klukktímar æðminnar Er þetta slysið það sem einn fer í eitthvað og svo bara runan á eftir honum? Hann fer sem sagt mjög framalega í hóp fer á milli rista í svona ristarliði ristanar er að vera svona saman og þetta er sem sagt þetta er yfirsýn að fyrst hjá Vegagerðinni og svo hjá okkur en við höfum reyndar aldrei það hafði aldrei neitt gert athugasemd við ástandið á þessum ristum Hvað eru þeir á miklum hraða? Já, 40-50 km alveg lágmark og þetta var svakalegt Sástu þetta? Nei, ég sá þetta ekki og þetta var annar staðar í keppninni og kannski svona bara langt mál og flókið að fara að rifja það allt upp en fyrstu fréttir voru þannig að það var engin ástæða til þess að það var ekki þannilega að sé ástæða til þess að vonast til þess að allir væri að fara koma bara lifandi út úr þessu og þetta er stærsta slys sem hefur orðið í hjólreiðakeppni á Íslandi og það sem gerist þarna er að þetta er eins og allt í lífinu, þú getur ekki
undirbúið þig fyrir það sem að gerist en þú undirbýrð þig fyrir allt sem getur gerst og við höfum alltaf svona hægt og rólega verið að auka við sem sagt, þennan viðbúnað hjá okkur og nákvæmlega fyrir þessa keppni þegar við vorum komin, þetta væntanlega mesti fjöldi sem hefur skráð sig í keppna hjá okkur til þessa árs og þá það þannig að við erum bara með okkar björgunarsveitir og við erum með okkar sjúkraflutningabíl og það stigsmunur á sjúkraflutningabíl og svo sjúkrabíl sko. og við erum með þann bíl og hann var bara alltaf svona til dags og svo vorum við alltaf með læknir á mótinu og læknirinn hafði eiginlega aldrei þurft að gera neitt nema einhvern tímann þurft hann að slá einhvern utanundur eða sprauta hann upp með einhverju því að hann var að loknast út á í sykursjokki það var svona alvarlegasta sem að hafi gerst árið áður en þetta kemur upp þannig og staðan þannig að daginn áður þá erum við búin að ná í sjúkraflutninga ánægisíslu og segjum við þá, herru, við erum með heldur mikið magna af keppendum þetta árið meira heldur en í fyrra og byggjum þá að vera bara með sinn viðbúnað á Laugarvatni í staðan fyrir að vera með bílinn á Selfossi sem þá sjúkrabíllinn í Árnessýslu. Var eitthvað innsæði sem að sjálfsagt hefur það verið það en ég ringi bara í það á 50-deginum og eldi í raun og veru yfirmann sjúkraflutninga í símanum sko til Vestmannaeyja sem hann var út á húsinu sínu að bera utan á eitthvað sumarbústað eða eitthvað út í Vestmannaeyjum og hann tekur erindinu bara mjög vel ég segi bara þessu utan allir þessir útlendingar ferðarþjónustan að fullu hann upp frá og þú með offiti sjúkling á 50-aldrinum sem að setja í sig enn eina steikin á Berneson á laugardeginum þannig að öll basic þú með mjög hættu til hjartaáföllum og öllu þannig að hann sé bara herri, ég verð með bílinn bara upp frá og þannig að bæði löggan og sjúkrabíllinn voru á Laugarvatni einn bíl sjúkraflutningabíl frá okkur sjúkrabíll frá þeim að það einhver stigsmunur að hvað maður gerir í þessum bílum og það alveg fælst aðal í mannskapnum sem í bílnum það með að gera mikið fyrir slasaðan nema það voru vaktaskipti kl. 7 og kemur ræðs kl. 6 þannig að bíllinn sem upp á Laugarvatni á Laugarvatni og svona að fara að lúlla sér á stað niður á Selfoss í vaktaskipti og hinn bíllinn á leiðinu upp á Laugarvatn í vaktaskipti það voru tveir þannig að það 3 sjúkrabílar í tiltölulega bara í 20 km radius frá slysstanum þannig að þegar slysið hringt inn að þá eru svona 15 mínútur eða 20 mínútur þangað til allir þessi bílar eru komnir á slysstanin sem heppilegt og allir björgunarsveitarmennirnir okkar og þetta var þannilega að séð ekki langt frá Torfastöðum og þaðan kemur sko frá Laugarvatni yfir á þennan stað þannig að svona miða við hvernig fór að þá voru við eins það voru allir sjúkrabílar svo tiltækir frá hann opinbera og einni viðbót bara rétt hjá 20 mínútur lengi fyrir þá sem en þetta hefði geta verið eins og sko viðbragðstíminn hefði svona kannski á eðlilegum degi kannski verið nær 40-50 mínútum og svo var sko þyrlan andryggisgæslunar bara þú veist, einhverstað rétt hjá líka þannig að hún var komin tuttalfljótlega en það hafði nú ekkert með okkur að gera og herði var flogið til Reykjavíkur og hann fer í aðgerð og hinnir voru minna slasaðir einhverju fóru í sjúkrabíl og hörður, það allt svo eitt sá sem slasaðist mest og ég held bara á tímabili að ég var alveg svona fann að undirbúa mig undir það að hann myndi bara deyja og það svona svolítið mikið sko, þú veist ég alltaf ekki foreldrar hans eða skyldmenn var hann lífshættulega slasaður já hann leit sko út fyrir að hann væri sko eins og oft að þá leita út miklu verra en það svo var en það var ekki lítið það var, hann gekk gegn margar aðgerðir við að ná sér sko en við erum í dag ágætis vinir bara og þekktur hann fyrir það? Ja, mjög lítið, ég eiginlega þekktur hann ekki
en hann hafi verið að hjóla með útlendingi sem var gestur hjá okkur daginn áður svona ská í mínu boði en það var eiginlega, ég fatt að það ekki fyrir mörgum mánuðum setna en það er einhverjir það er sko á þriðjudeginum þá sem sagt fór ég gaggjert til allra sem að lendi í þessu slysi sem að fór ekki með hjólin sín heim allir sem hefur yfirgefið slysstað sem einhvern veginn öðruvísi heldur en á hjólinu ég fekk leyfi hjá lögreglunni til að taka öll hjólin og og keyrði þau allir bæinn staðan fyrir að fólk þurfti að ná þau á Selfossi sem þau voru á meðan það var að rannsaka hvort að þetta væri ekki allt bara með eðlilegum hvort að þetta hefði verið með einhverjum hvort að bíllæði ógnaði eða eitthvað það þurfti að rannsaka það en þá fór ég og bara við keyrðum ég og Óli félagi minn sem hefur alltaf verið með mér í svo við keyrðum á öll heimilin og hittum alla fólk með skrambúlið en ég við ég veist að bara það er best fyrir sálina bara að hitta allt þetta lið og ekkert að það verið auðvelt og einhverjir voru þurrar á mannin og af hverju? Alveg fullan rétt á því af hverju? Bara þetta var nýlega skeið og menn bara eitthvað það var allir í fjölmiðlum að segja að þetta er allt mér að kenna og eitthvað svona eða og einhverjir í kringu þá eða viðkomandi fannst það bara að þetta hefði ekki verið nógu gott og það voru kannski 2 sem sýndu mér það viðmót ekki leiðilegir en voru ekki til að þetta var hressir og bara það er bara skiljulegt en aðrir voru bara svona sæmilega gammo og svona en það var mjög erfitt að heimsækja Hörð því að hann var bara ég reyndar heimsótti hann ekki fyrir kvöldi eftir því að á deginum sem ég gerði til allra þá hafði hann verið á sjúkrahúsi og þegar hann kom heim þá fór ég á heimsóttan það var mjög erfitt en hann er búin að ná sig þetta já og er bara sem betur þegar áfram svona framamaður í sportinu og hefur verið með beinar lýsingar með félaga sínum af þessum keppnum sem við ganga hann er mikill afvelgamaður í ljósmyndun hjólar mikið sjálfur og er alveg landslískaliber en hefur verið að dróna og mynda mikið fyrir sportið og bara en það hlýtur á komið alveg hellingslærdómur úr þessari reynslu og svo líka bara það tók svolítið tíma að vera ákveða að halda keppnin aftur það er bara áfall og svona ámar að vera að taka ámar að vera að gegna þessu hlutverki með öllu því sem því fylgir skemmtilegt og svo getur gæst eitthvað svona og svo getur gæst eitthvað verra en þetta þannig við höfum svona ég réð Ólaf Guðmundsson sem er fulltrúi í Eurorapp á Íslandi og hefur verið svona dómari fyrir formúlu út í heimi og svona öryggis sérfræðingur og hann í raun og veru tók að sér svona innra öryggiseftirlit hann er óháður öryggisráðgjafakennur og hann hamrar á vegagerðinni og hamrar á mér hann er búinn að fara yfir þetta allt áður en að keppni fyrir og hann stað sendi bara skýrslu og það er bara eru veginir nógu góðir fyrir svona skýrslu? Það er sem vegagerðinni skítrætt við Ólaf Guðmundsson af því hann er búinn að segja hvað er að veginum og hann er búinn að segja ef þið ætla að hafa þetta svona í keppninni þá er þetta á ykkar ábyrgð og þá gengur það alveg? Já, þeir eru bara skítrætt við hann er ekki skítrætt við einn annan eða svo þannig þeir eru bara virðingu fyrir því en það er farið að laga svona potthólur og svona hluti sem eru skeinu að þetta svo sópum við og gerum það sem við getum gert og reynum kannski að setja sátur eða dót fyrir framar einhverju svona og skýlum svona skiltum eða fólk getur farið miklum kraft utan í það og svona eins og hægt er en svo erum við bara á Íslandi og það er vindasamt og það er Sauðfélagið og alls konar og þannig að svo eru bara en í ára þá erum við að flytja þessa keppnir á Selfoss og þar erum við að fara inn í svona fyrsta skiptið í þessu keppnisöngur í svona lokaða braut það er algjörlega lokuð umferðin alveg talís með vel og við verðum þá að fara það fór ekki Helga og Kristín fór í fyrra þetta fyrir það ekki hjóla, ég ætla ekki að hjóla ok, þá gerir ég það en ég get verið bara með þér handans maður ætla þú að hjóla? Já, ég hjóla mikið ég er bara cyclocross það verður stóðskallið en svona við ákvæðum þessar þarna þetta er svona svolítið kjarninn sem að stóð í þessu og til dæmis samstarfsaðilinn okkar Askja sem er með Kia-anboði þau voru bæði forstjórinn, markaðsstjórinn og sölustjórinn voru á staðnum fyrsta skipti
og þú veist, bara þú veist, gengi gegnum þetta með okkur og það var aldrei, þú veist, það bara þetta bara svona kemur fyrir og við erum bara þúraði hvað gerir en ef þú heldur áfram, þá erum við bara með þér í þessu það gerist eitthvað í svona aðstæðum eitthvað svona tenging þrengist það þéttist taugin. Herru, Anna, áður við förum aðeins mér langar aðeins að fara í votlendis þetta var allt og venjulegt allt saman þetta? Já, þetta er lagi, þetta er bara næs plokkið og votlendis sko já, áður við förum þangað þá vil ég forritin að vita af hverju hætta menn að drekka fyrir 4 árum? Hvað er málið? Það var bara, sko, það var bara heilsufastlega séð, þú veist, engar svo sem viðvaranir eða svoleiðis, ég fer í heilsu tjekk einu svona ári og er náttúrulega bara allt og feitur og það er svona það eina sem lækningin getur sagt, ég hef ekki verið, þú veist, í kólestróli eða, þú veist, sykursýki eða eins og leiðis. Varst það að drekka mikið bjór eða eitthvað svoleiðis? Nei, ég er ekki bjórmaður, ég var bara svona, mér var bara gott að hafa með svona hvítvin og svona létt, skilur og svo bara svona þarna fyrir svona einhverjum 4 ára síðan þá langaði mér bara svona þú veist, að reyna að fara að ná tökum á viktinni sko, aðalega ég held að þetta myndi svona eitthvað en ég svona ákvað að taka þetta í svona mjög svona þroskuðan skrefum og bara byrja á því að hætta að drekka bara, þú veist, prófa það og og það var eiginlega bara hvaðin, þú veist, ég fór ekki meðferð, ég hugsa bara ef ég þarf þess þá kannski bara ger ég það en ég aðalega bara vildi ég bara, veist ég var búin að vera í sumafrí eitthvað eitthvað að sulla bara svona eitthvað, þetta er bara og mér var ekkert, þú veist, ég var ekkert farin að hafa neitt bara fannst þetta bara, bara þetta kom fínt að þessu alveg svo bara með ég drýði þess að páska ekki og svona. En hvernig gengur í átenginu? Svo sést bara hætti ég því og var það eitthvað svona bara yfirlýsing bara til konuna? Nei, bara aðlega fyrir sjálf mig og ég hef bara ekkert mikið talað það hvorki við þú veist þannig að þú lifir núna bara svona áfengislausum lífstíl án þess að hafa eitthvað skitið upp á bak án þess að hafa þurft að en ég hef þess að auðvitað með mér sko, mér langar að gera þetta þannig ég hef þess að ef það verður eitthvað flókið að ég hafði heyrt ráðleggingur og vini mínu sem sagðist ef þú getur ekki verið edrú í ár þá áttu við vandamál að stríða var hans skilgreining og ég tók, hann er amaður og ég bara tók það gott og gilt og ég sem ef ég ætla það bara þá leita ég eftir þeirri hjálpa ég þarf hana en svo bara einhvern veginn fór ég og ég var í svona einhverja ábyrgðar vegferð hvað þýðir það? Bara svona ábyrgð, taka ábyrgð á sjálfum mér bara, já, bara svona eitthvað sjálfur bara því maður er búin að vera algjör bara svona eitthvað svona, skilur svo fór ég einhvern veginn bara að fara að hafa áhuga að vera það var engin pressa utanfrá, fannst þetta bara að koma inn já, og bara svona er þetta eitthvað svona líðhræðsla út maður var foreldri eða eitthvað? Nei eða dauðhræðsla? Nei, ég held ég hafi bara verið svona einhvern veginn Það er ekki bara að finna á gætir að agan já, það var eitthvað svona þú veist, mér fannst þetta eitthvað að vera svona svoleiðis og jú, ég meina þú veist, það er svo fyndið að þú vilt drekki einu svona ári þá vaknar það samt upp og segir þú er að vera að hætta þessu og maður fyrir að herri, aldrei aftur ég ættu bara skít sko en alls konar botnar já, alls konar botnar þeir eru allstaðar sko en þú veist allavega svo fór mér bara einhvern veginn mér fannst ég svo góður sko við mig að gera þetta sjálfsmildi já og að þetta væri bara ganga að ég væri mikið að finna fyrir þessu og fannstu fyrir breytingum, alls og hugafast já, nei, og svo einmitt svo gerðist það bara kannski svona 1,5 ári inn í þetta ferli að þá svona kannski segja kannski á árinu fyrsta árinu var kannski svona 4 sinnum sem ég sá einhver svona bíómynda sem að allir voru svona einhverju fínu boði ekki fínu boði heldur svona rosa næs allir út að sundla eitthvað í hvítinu og svona maður sem bara segja já ég kannski bara prófa ég þetta aldrei aftur og eitthvað svona já og svo fattaði ég allt í svona 1,5 ári sinna að ég sá einhverju svona sen aftur og það var svona djöfull að myndi maður örugglega vera þunnur á því að fara þá fór ég eiginlega ekki stemmingin í sko að
það er nú gaman að aðeins að þú veist, einhvern tímann heldur bara svona gott að sleppa þetta Rauðslagur er bara örugglega daginn eftir ef maður myndir nú sko skilja og þá kom einhver svona tilfinning bara, veist, ég bara djöðlir ánað með mig og og þetta er bara heldur gott og þá fór ég eins og að reyna sko, þá áttaði mig eins og að ráði sko, hvað súkkulaði er stór hættulegt fíkniefni sko. Dögt súkkulaði bara allt súkkulaði bara helst veistu hvað er mikið að hita einhverjum í súkkulaði ég bara vill ég veit það já, þetta er bara því að ég er undir konan stjórna mér skilur ég er bara eins og Ríksu heima sko. Tína spyrir mig að hvað vildi koma niður með páskaegg sko. nei, súkkulaði er hættuleg það er en hún er bara helst eitthvað svona það var einhver að greina þetta fyrir mig daginn þegar maður að ræða þetta sko, því ég er ekki dökka súkkulaðinni helst eitthvað svona Snickers eða eitthvað svona með smá fitublönd í svona Homeblast og þetta er maður bara eins og bermúta þrýðningur fyrir súkkulaði allt sem kemur inn á ákveði svæði það bara hverfur sko. en veistu að það og frúin er farin að kaupa bara hlaup og svona þú veist eitthvað 90% súkkulaði með einhverju sjáarsalti og það er bara það að taka fólki sem að setja pipar í allt súkkulaði eitthvað það kom fyrir 2 árum pipar í allt svo kom sjáarsalt í allt hafum þetta bara í síðkóra lægi þetta er ekki gott saman þannig að hún fær að hafa allt það í friði sko. en þá er það þess að með bara það er eitthvað svona fíknig dæmi ég get nú ætla ég að segja þér sko, ef þú hætti núna bara í súkkulaðinu allir namminu í ár þá átti ekki neinum vandræðum sko en ef þú getur það ekki þá eru til 12% samtök með þetta sko þú getur púla bara sama múf á þetta sko ég held að bara svona að því þá áttaði maður því að sko að því að sko þá áttaði maður því að maður er í vandræði með það vanmáttur það er vanmátturinn og þá þess að tala ég áfengið og reyna að tala það ekki þannig eins og að það hefði kannski ekki verið ekkert mál eða ég vil ekki tala það að einhverju vanvirðingu fyrir þá sem hafa verið í vandræðum með að losna við það og þurft að taka harðar á því af því að ég er alveg átt að með því að fíkningin liggur ekki þar heldur en í hinn en á sama tíma er einhvern veginn svona er maður samt ekki betri en það maður er við erum alltaf eitthvað að dreslast í því en svo er samfélagi náttúrulega svo hel síkt með manni í því sko að það er og sjálfsagt áfengir líka skilur en það er engin var ég ekki á chocolate og nanamus fundi með þér í gær svo bara með fulla kerfi einhverju helvíti skilur bara fer í búðina og kaupir eitthvað skilur og ekki að stressa yfir því sko en þegar kannski maður er búin að segast alltaf kannski segist það rétt og þá verður maður að vera með afmælisgjöf í hendina ef maður segist í ríkinu sko það þýðir ekki að vera með vodka þú ætti að vera helst með eitthvað einhverjum kassa sko þannig að það sé alveg klárlega eða með 2 fulla póka þannig að þú setur að kaupa einhverja veist ég er full að trúa ég held þú setja okkur vegferð með þetta sko. og þú veist og þetta byrjar allt í ég held að meira segja málsátturinn í ár hafi einmitt verið allar ferðir allar all journeys start with a step sko eitthvað svona 12 steps já, Nei, og það er bara þú veist það er nú bara sem betur fyrir til tæki í þú veist til að reyna að hjálpa sér í öllum svona málum sko finnst þið fólk ekki þora að ræða þessa hluti skilur hrættum þetta með fitusmánun og allt þetta skilur hvernig finnst þið svona viðmóti sko það ræðir þetta engin við mann sko nema kannski þú veist að það segi einhver eitthvað við konuna hún segir hann var að segja við hana svo hún geti einhvern veginn ekki segja hennar verkefni skilur að vera alltaf að smakki raskat á mér sko en þetta er bara staðan þetta er bara staðan, hún er bara svona og en ég hef oft sko oft velt þessu fyrir sér og við erum á svona samfélagi á einhverju vegferð það sem kemur auglýsingur á Þjóðleikhúsinu og það er allir rosalega slik sko og svo segir einhver leikona sem er
á asísku bergi býtu, þú veist, þetta bara tiltölulega einleitur hópur það ekki tiltölulega neitt, hann bara allur eins, hann bara allur hvítur og þú veist, og ef Ólafur Darri var ekki svona sjúklega leikari, þú veist, þá var engin feitur á auglýsingunni og ég ætla að vona að hann líti ekki á það sem móðgun þegar ég segja það, ég meina, ég heldur sem báðir svona aðeins yfir því sem kannski holdt og gott en ég ekki að gera lítið á hana fyrir það, ég bara segja að það þú veist, en ég veit ekki sko, ég ekki alveg svona gert það upp í mig í hugalund sko, hver ég stendi, þú veist fitusmánun og þessu af því það einhver svona lína sem svona svolítið á flegiferð í öllum kannski maður þurfi ekkert endilega að vera að taka eitthvað afstöðu nei, aftur þar sko, aftur kannski að þessu sem ég kom að inn í byrjun sko ekki líka skerð, það aðalega neyslan og það sem svo hættuleg og maður nennir eiginlega ekki að svona stilla sér upp í eitthvað svona, þú veist maður nálgast umræði bara hérna, þú veist, umræði að börni ekki að mála sig eins og indjánar eða eitthvað skilur á einhverjum máttist ekki segja indjánar þessu frumbyggjar og þannig að við erum á svona alls konar svellum sem að margir okkar kannski mörg okkar áttu sig kannski ekki á að við erum á og maður reykur sér bara það, þú veist, að vera að vinna með hópa fólki sem töluvert eldri maður sjálfur að viðmiðga hvert ýmsum hlutum bara sem eru svona altæk í vinnu einhverju í dag hjá venjulegum fagfólki þessi er svo margt breyst talandi og sem að veist, sem eru þessi gildislöðinu orð og eitthvað svona hann meinar þetta ekki illa og eitthvað svona men það skiptir einhver máli, þetta er bara hel sjúkt samt, eða þú skilur og þá skiptir einhver máli hvern mann myndi það eða hún en maður verður sko, og í þessu öllu saman verður maður bara að vera eins og ég rakst á umræðan daginn á hérna markaðsnördar eða markaðsfólk eitthvað svona þá er verið að tala vörumerki sem er með skírskotun í þessa sögu sem sagt hérna svartræði í Bandaríkjunum og hérna maður svona þú veist og fyrstu var svona hvað þér stressa þess hvað svo kom hérna Logi Petro músík sem ég kann bara mjög vel við og þekki ágætlega og bara að segja bara þetta er bara svona og þetta er svona og svona en gagnvart þeim sem eru náttúrulega ekki þú veist með afrískan uppruna þá eða bara þú veist upplifið þetta ekki svona en þetta er svona fyrir þá sem eru svona og það var þessi bara það var eina fæslan sem ég sett inn við þá bara stakka að vera að upplýsa mig þetta þannig að ég veit ekki neitt þetta annað er bara þessi orð og samlíkingur og svona en hvernig það fer í þann sem að tekur á tissin ég skil það ekki fyrir ég les það frá honum og þá er það held ég aftur þetta hlutur bara að tilla sér og fylgjast með og hlusta taka afstöðu af því sem maður lærir af umræðinni frekar heldur en að stökkva fyrstur og vagninu og vera fyrstur með en þú verður það að vita hvað þú átt að tilengja þér úr umræðinni samanber sóttvarnir og annars skilur þú verður einhvern veginn að staðsetja það sko. og ég svona læriði þetta svolítið þegar ég var að vinna sem hérna fórstöðum á Rauðaborgarstofu við vorum með menninganót og þá hefur verið að ákveða götulokanir og svona ýmis viðbragðsteima og það eru svona 23 stofnanir á höfuðborgarsvæðinu sem koma að því að ákveða klukkan hvað og nákvæmlega á hvaða götum er lokað þannig að þegar einhver í Þingholtunum hefur skoðun á því og segir bara ekkert að pæla í þetta jú, við varum bara nákvæmlega að gera og það var bara 23 aðilar sem sátu samtals í 6 klukktíma og þetta er niðurstaðan þú ættir bara að flytja næstu helgi ég er að segja það ekki á menninganótt það er bara lykillinn í þessu nákvæmlega og það var þessi með sóttvarnir þetta og þetta og svona allir bara pæltu ekki þess að ég bara í þessar umræði hef ég bara alveg bara herri, ég er ekki sóttvarnarlæknir ég er ekki heilbrigðisráðherra ég er bara þú veist ég er bara að jassa með þessu og þú veist ef við ætlum að taka þetta tempo í dag þá bara reyni ég að spila með og svo bara hitt tempo á morgun nákvæmlega af því að hitt er bara menn fær bara taugum að reyna að vera veist,
þeir reyna að vera eitthvað stýrandi afl í þessar umræðu en það er bara engin það er allir sérfræðingar já, og ekkert að því hefur neitt tilgang eða gagn nei, svo er svo mikið flæð af upplýsingum sko. og eins og það var eitthvað sem sagði um daginn sko, þetta er okkar helsta samfélagsmein það er að ég er farin að kynna mér sko, eitthvað skoðanir sem staðreyndir sko. ég bara trúi því sem ég sé bara tússa á klósettvegg sko. og þessi og það á báða bóða sko. já, og þessi háaði að ná öllum þessara band það er svona kristallaðist best hérna í kringum 2006 eða 2007 þegar að mamma mín fór að hafa áhyggjur af því hvað líbárvextirnir voru orðnir háir ég veit ekki eins og hvort að tala um nei, á verðtryggðu nei, vitið hvað líbárvextir eru? ekki það er þetta annað líbárvextir eru sko vaxtastigið á millibankanum það er bara seðlabankinn milli seðlabanka og bankana er það ekki tengt stýrivöxtunum jú, en sko bara, þú veist, líbárvextir eru svona gegnheilt skilgreindi sem allavega síðastir ekki á því eru sem sagt vaxtastigið á milli þá seðlabanka, alþjóðlega seðlabanka þeir eru að lána á milli hvers annars og svo lána sem sagt heildsölubankarnir eru að lána viðskiptabönkunum var hún að missa svefnið þessu? Nei, bara, allt samfélagið var bara haus af því að það var einhver staðar, einhver hagsmunaraðili einhver PR-maður sem að þurfti að fá alla til þess að ágera líbárvöxtunum hvernig er þá staðan í samfélaginu þegar en við erum afsvöldið svona sérfræðingar eftir á því á sama tíma þá er allir að taka lán í erlendri mynt já, þetta var á þeim tíma, en þetta var semst fyrir allt hrunið en þá var semst þá snýrist þetta dagsins á Íslandi líbárvexti því að allt íslenska samfélagið bara var sko svo uppnumið að þessu banka þessari bankavelgengnarri ég er ekki að segja gott eða vont ég er bara, þegar mamma mín er, þú veist, í fullri virðingu þegar hún er farin að velta þessu fyrir sér þá erum við komin út í þann hring samfélagsins sem ég fer á ágjör að því að það er einhver að reyna að draga samfélagið í einhverja átt sem að almenningur á ekkert að þurfa að vera pæli er það að fatta? ég er að fatta það er oft þannig við erum oft, í dag eru einn daginn eru flugfreyjur í verkfalli og þá þurfa bara allir að vera með afstöðu því og allir bara, ertu bara fíbl eða næst er að þetta eða tollar á verndartollar á kjötvöru og þú skemur talsmaður samtaka verslan og þjónustu og allir bara brjálaður svo er einhver garðyrki bóndi upp í sveit sem bara getur ekki lifa á þessu og allir, svo bara næst er bara eitthvað og maður bara svona ekkert af þessu á að taka af mínum orkuþák í dag sko. Hann er ekki það er lokað fyrir útlán í orkubankanum hjá mér fyrir, á þessu orkubankinu mér er ekki einblín á þetta málumni og það er svo, eins og ég segi, það er og núna sérstaklega núna, og þá er ég ekki að tala að menn er ekki að taka og velta hlutunum fyrir sér og kynna sér og skoða og vera eins og núna, þetta var náttúrulega með sérkjærnætt mál með sóttvarnar hótelið og þetta er náttúrulega aggressív aðgerð og það er ekkert óeðlilegt að það sé með sterkar skoðanir bæði á aðgerðinni og svo forsetinn brestin ég held að segja alveg aðgerðin sko sem sagt, að því við erum lýðræðis ríki og allt það það verður samt að nálgast hlutin og þá þurfum þetta sem mikilvægt að vera að gera þetta réttu leið og við verðum að og ég er að sammála líka, þú veist þeim sem eru radikali hinum megin á það að þetta sé bara allt og langt gengið og svona í ríki ekki að vera og eitthvað svona og við séum komin alveg í rugli að því að það er allir með grímu ég er ekki með grímu fyrir mig nei fyrir aðra, ég skil það ég fer í Smáralind og set upp grímu þannig að aðrir hafa ekki ágjör af því hvað ég er að gera ég hef ekki stórar ágjör af því að þú smittir mig ég er bara gaggjert að láta og þá er það sem ég er að segja er að ég er ekki að engjast af COVID-hræðslu nei, ég skil það ég bara nálgast allt af ábyrgð en þegar ég er með grímu þá er ég ekki að sýna hvað kalla það ég er ekki undirtitla ríkisstjórnarinnar í einhverju vegferð ég er bara að sýna þeim sem hafa áhyggjur af því að smittast að ég ber virðingu fyrir þeirra áhyggjum og ég ætla ekki að nei, algjörlega
náttúrulega þegar það kannski ekki lagastóð fyrir grundvöllur og lagastóð fyrir ákvörðun sem rosalega skilur 5 dagar rosalega íþingjandi eða ekki skilur en það verður leið og þú ferði yfir skilur ferði við strikið einu sinni sko hvað þá næst sko. Þannig að ég skil það en nú náttúrulega þetta bara farið aftur en þeir náttúrulega bara eiga sérfræðingarnir að hafa þetta í læg við erum náttúrulega ekki í Norður-Kóreu sko en það kom það í ljós að dómskerfið í rauninni greinilega virkaði sko það greip þetta skilur við svo grípur það kemur niðurstu og þá er hún gagnrýnd en það er svo sem annað mál sko og hefur ekki með softvarnir að gera í sjálfu sér þess að segja sko einn daginn eru allir landslýsþjálfarar næsta dag er allir jarðfræðingar og svo næsta dag er allir sóttvarnasérfræðingar og það er einhvern veginn bara engin undanskilin þess vegna ef ég hef mest spáði mitt hlutverk að vera hjarðeðlisfræðingur og hvar hérna fylgist með hjörðinni hvað hann er að vasast og hvar hérna í plokkinu það þín svona hvað maður að kalla það er bara mín jöfnun já, svona hugleiðing og svoleiðis og votlendi sko það er ekki nema 3 vikur síðan ég vissi hvað að verða að tala ég var að stökkva yfir skurði á Snæfellsnesi sem Tryggva nágranna og við varum stökkva yfir skurði svona, og það voru hesta þú veist alltaf nifteindir og atóm og svarthól og við varum stökkva yfir skurði hvað til skurðir er þetta og hann fór hann að segja mig frá því einhvern í gamla daga 1700 og Súrkál það var bara einhverjum bóndum bara eitthvað borga fyrir að grafa bara eitthvað skurði út og suður og ég bara svona því ég veit hvernig byggingar og dren og svona verka bara já ok, þetta drenar þetta bara þarna og af hverju gerir maður það og er það til þess að fá beitiland en af hverju var verið að borga bóndanum einhverja x upphæðir per metri eða whatsoever það er í gangi þú tekur greinilega afstöðu þarna sko ég tek samt ekki afstöðu sko gegn þeim sem framkvæmdu þetta sem tíma auðvitað ekki vegna þess að ég sé svona ákveðina samsvörun í því ég sé svona ákveðina samsvörun í sjálfum mér í þeim mönnum sem gerðu þetta sem tíma til þess að reyna að fara svona grúndýkt yfir þetta en eins rætt og mögulegt er að upp úr vélaöldinni að þá fyrir við að fjárfyrst í tækjum og tólum og þau koma fyrst hérna þú veist til stór grossarana og ríkisins og eitthvað skilur og þau eru keyptir hérna tóarar og eitthvað fyrir marsjalaðstofuna og svo framvegis svo er hérna sjá með það að okkur er að fjölga á jörðinni og það er að verða betri lífskilyrði og við erum að lifa lengur og þú veist það er komið hérna aukskaup máttur út allan heim og þú veist skilur ég og með sér bara herri nú ætlum við, það stefnir í það að við þurfum að framleiða meira kjöt bæði fyrir Íslendinga og útlendinga og við ætlum að framleiða meira þessu og meira hinnu svo segja menn en við þurfum meira land og einhvern veginn verður til einhver svona batteri sem er búið til á þinginu sem er þeir borgað ergo fyrir að framræsa votlendi til þess að breyta því í nýtanlegt beitiland eða jafnvel fara alla leið og breyta því bara í sláttuvænt land þó mest í þessa BTH fyrir helst sauðfé og Bellur og kýr og það er farið í þetta á þeim forsendum að hvenær var þetta? Þetta er svona uppur og í kríg þetta er mest í kjölfar Marshall-aðstoðarinnar það voru peningar og henni notaðir í þetta að mig minnir í sögulegu samhengi en þá er það þannig að það er einhver nokkur í bændur í sveitinni og einhver eru stórhuga og aðrir svona bara í einhverju millitempói og svo það eru bara í móðunni og þessi sem eru kannski stórhuga að segja herru strákar þú veist í félagsheimilinu einhvern tímann eftir einhver kallakósa og það bara segja ef að þetta er nú svolítið sniðut sem að ríkisstjórnin var að samþykkja með að þú veist við fáum styrki fyrir að framræsa og það segja ég þarf í sjálf ekkert meira land en ég meina ágætt samt að hafa það klárt þegar kalli kemur, það er engin ástæða til þú veist ég meina, þetta er ríkið er að borga fyrir þetta og þetta er atvinnuskapandi og eitthvað svona og svo held ég að það sem að hafi kannski verið mest dræfurinn það hefur kannski verið þeir sem voru kannski framsýnastir í þessu að þeir sá bara fyrir sér að þú veist út bara einhverjum dal og það er einhver 16 sveitabæir en skólinn er svo í næsta dal fyrir innan þar sem að krakkarnir eru að fara og stundum þurfa þau að vera þar bara þú veist heila viku að því það er bara alltaf ófært eða það er bara ekki hægt að keyra á hanga að því það er ófært og það er ófært yfir ásinn og það er ófært yfir þetta og bla 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 að því það er ekki tæk í sveitinni til moksturs
svo hugsa menn bara með sér, herðu, hérna Nonni kaupir bara og við gerum allir samningum að láta hann framræsa þannig að hérna tjóðsins fíasko já, en sko, en hvað verður til? Það vélvæðist sko sveitin skyndilega er komið tæki sem er á einhverju allt öðru kaliberi heldur en hestagnarnir eða hest og græðna sem voru notaðar og þú ert komin með betri samgöngur og þú ert komin með hérna einhverju ökonomi í gang en það er eitthvað win-win í gangi já, það er win-win í gangi á þessum tíma það sem að menn gerur sér enga grein fyrir því að það myndi stíga upp úr þessu eitthvað ákveðu magna koltvísýringi af því að svo er koltvísýringur kannski sem eitthvað efni eitt og sér er ekki hættulegt það var enginn að spá í þessu nei, af því að svo er þetta bara komið með eitthvað ójafnvægi koltvísýrings í lofthjúpin í dag sem er kannski að einhverju leyti dregin áfram að þessu og svo bara iðnaði og samgöngum og öllu hinu sem bætist ofan á þá er þetta bara komið með ójafnvægi koltvísýringur er ekki eitur og því sem við kannski horfum á út úr öðrum iðnaði sem að blæs bara kólógið og einhverju þannig að við nálgumst þetta fullt af vinum mínum og bara frændum og frængum sem í alast upp í landbúnaði sem bara eina með hvaða rugl er þetta koltvísýringur er ekki svona eitraður og þessi bara þetta snýst ekki það snýst ójafnvægið og svo líka að mörguleiti maður farin að tala um bændur og segja en það versta sem ég gátt að gert var að láta standa opið í 50 ár 24 hektarar sko losa 480 tonna ári 480 tonna ári eru 240 fólksbílar á ári í lausagangi og þetta síðan í sko 50, 60, 70 ár svakalegt magn og ef það er ekki verið að nota landið sem er ekki verið í allt og mörgum tilfellum er nefnilega ekki verið að nota landið og þá fara oft sko bændur og landið og þeim sem eru rennur blóðið skildur að taka upp hanskan fyrir hérna landbúnaðinn og segja þið getur ekki bara komið og tekið það er enginn að biðja land sem er í notkun það fylla bara upp í þessar hólur jú, en það er sko það er svo óbúslega stór að þegar ég segi 60% af landi sem er framræst er ekki í notkun þá er ég alveg svona staggeringly að draga úr því flestir vilja tala meira sko 70 og eitthvað nær 80% já, þannig að það er rosalega mikið af koltvísýringi sem hættir að stöðva losun á með óbúslega stuttu tillöpi á Íslandi hvað þarf að gera? það er því miður hafa alltaf margir kaupa gröfur, fleiri gröfur nei, það er nótilega gröfum og það þarf bara, þú veist, að bara fara í það að bara fylla þessu já, fylla eða stípla, það þarf ekki sko þó að hugtaki sé að fylla í skurði þá að hugtaki raun og vera að ná upp vatnsstöðunni og kæfa bruna sem er bara ljóstíflegun sem er rotnun og leðu þú gerir það að þá hættir koltvísýringurinn að blása úr jörðinni og þetta gerist á nokkrum mánuðum ólíkt skógrækt sem tekur mörg ár en allt er þetta gott í bland bara eins og þegar mann er að fjárfesta þá er mann með svona fjárfestingakörfu með misjöfnum gengis einhverjum hlutöllum og eitthvað bara, en þetta sést mjög vel í Vatnsmýrinni og í kringum Kjarvalsstaði þar hefur jörðin síið niður fyrir stjættarnar og niður fyrir stiftu grindverkin og þar sérð alveg að þetta er bara þetta er bara 40 cm já, og hérna mýrin eftir Arnald Indriðason gengur einmitt út á það sko að grafirnar koma upp úr eða þess að beinu koma upp úr hérna jarðsíðinu sem er norðumýrinni það er nákvæmlega það sem er að gerast í sögunni en hérna en það bara að því að þetta er ekki eitur fyrir okkur, við erum ekki að anda okkur einhverjum eiturgum og svona, þá bara áttar fólk sig ekki alveg á akútinu í þessu en það er smá saman að vera það viðhorfsbreyting og það er ekki hægt að vera að rífast við einhverja endalaust það hvað þeim finnst þetta en það er votlendissjóðurinn er bara að sækja jarðir í eigu bænda eða eitthvað sem er að gera þetta fúsum frá þessu vilja við erum ekki, þetta er einkasjóður og þetta er ekki á ríkis forsjóðin eins og laus við erum í samstarfi við landgræðsluna og stöðningurinn kemur þá þaðan þeir svona að mæla og fylgjast með því sem við erum að gera og er svona stamp of approval svona lack of better words en þetta ég svona færðist yfir í þetta í gegnum plokkið það var hérna sá sem var stjórnarformaður í þessum sjóðu sínum tíma hafði gaman að því sem ég var að gera í plokkinu og ég byrjast að tala sem í gríni á þennan samt alveg að mitt verkefni í plokkinu þetta ég finnst gaman að fara út og tína rauslu og þetta er svona
hreinsandi fyrir huga og hönd og maður svona, þú veist, fyrir að gera eitthvað allt annað og maður fer aðeins út í náttúruna og þú veist, þú fær tenginguna við hana og svona frísloft og svona, þá maður sé að dýna upp eitthvað plast og eitthvað dótari eins og mín hugleiðsla og en ég fór að bjóða til hennan plokkdag sem við höfum alltaf á vorin sem svona dag til þess að hvetja fólk til að fara út í umhverfið sitt og svona normalis fjölskyldudagar já, og normalisera þessa furðulega hegðun að taka ruslapoka með sér út og tína upp ruslavíðavangi eftir einhvern annan það ekki mitt að gera það að svona kvöndagsetju hérna það var í raun og veru það sem ég langaði að prófa að búa til svona fjöldarhefingu úr einhverju svona sem að væri, þú veist, allir að leggjast á eitt fyrir samfélagið þetta en að fá bara venjulegt hérna millistéttar fólk þú veist, með 2 bíla og bílskúru og eitthvað svona bara inn á þá hugsun að þetta væri bara eitthvað þetta væri ekki bara hérna musuklæddu vinstri grænir í vinstri grænum heldur sko, þú veist, það er bara allir þetta er rosa normalt núna sko. já, bara, þú veist þú lappar ekki fram í Russland og taka það upp núna sko. já, bara, og það er bara ógeðslega gaman ég sá þetta á góðstöðum daginn sko. ég var að ára á fólk tína upp eftir aðra sko. og bara, veist, ég lappaði inn á hérna, fekk maður smá eitt lítinn bakka súsi en ég kom ekki og það var svona 2 grímur lausar í hérna, þú veist, í inngangnum á veitingastaðnum og ég tek þetta bara upp með lyklinum og hendi þessu, ég bara veist, ég held að veiran nenni ekki að hanga á grímu í gættinni á einhverju veitingastað, hún farin eitthvað annað sko. en skilur, en mér þótti ég var gaman að þessu og svona og mér finnst rosa gaman að hafa gert þetta er engin það er engin fjárhagslegur hvati að bakið auðvitað þykir manni gaman að einhver, þú veist, klappa mann á baki og segja að þetta var flott hjá þér og þú veist, maður gengst aðeins upp í því en þú veist, 3-4 mánuð setna snýst þetta ekkert það, þetta er bara gera þetta algjörlega og viðhalda þessu og svona, þú veist þetta er klárlega vist merki sko, samkennd sko. altså, við erum svo oft tölum samkennd gagnvart öðru fólki svo samkennd gagnvart dýrum og annað og þá förum við yfir í svona veganisma og annað sko. en þarna sko samkennd í rauninu bara gagnvart sko jörðinni sko. og tölum Indíán aðan hann frumbyggja Norður-Ameríku sko. þegar hvítimaðurinn kemur til þeirra og kemur með eitthvað pappíra og þeir eru eitthvað að fara að skrifa undir þeir veit ekki hvað er að skrifa undir því þeir skilja ekki konseptið einmitt, sko, að maður geti átt land eða dýr eða eitthvað já, því sko, fyrir þeim þá þeir skilja ekki konseptið því þeir tilheyra landinu sko. Fattar þú hvað við? Og hafa skildum að gegna já, sko. þessin er kannski þú veist, svona retrospectively og þegar maður er svona komin í ákvæða jafnvægi með sjálfan sig svona þá var alltaf algjörlega ljóst að það var ekki Indíánum sem að miskildi hlutina sko. Meni, það er alveg klárt klárt mál og það er einhvern veginn og aftur þá þessari sko á meðan að við höfum okkur eins og veira þá verðum við ekki veirulegt samfélag það er þannig það er bara og það er einhvern veginn bara einn daginn, ég held sko þegar maður er stimplaður út í þann þá mun maður átta sig á því að við erum þá mun svona samingi hlutana einhvern veginn umverpast annað já ok, ég var partur af krabbameini í einhverjum skrokki já, einmitt vá, takk fyrir ég skilur heldur betur og hvað er meira helvíti heldur en að komast að þeirri niðurstöðu þegar maður þú veist, losnar út úr heilli ævi að bara svona, já þú veist, vonandi er það ekki þannig en ég held að þangað til að við förum einhvern veginn á meðan að við bjóðum upp á þetta prógram þessa þjáningu já, og þetta ósjálfbæra prógram sem við erum bjóða upp á þá mun finnast í okkar umhverfi sama eymd sem speglast á öðru leveli geggjað sko við erum komnir hérna held ég sko hérna svolítið neða hvað líður tíman? Er þetta ekki bara tíminn? Jú, við erum alveg bara við erum í tímaleysi já, við erum í tímaleysi þetta er bara að fá fílinga meistara en heimsók sko ég er alveg góður sko
Sko, það hérna sko ef þú getur slökkt á Higgs sviðinu sko þá eru allar öreindir, agnir sko, massa lausar að missa mátt sinn og þá einmitt þetta sko, veist, og áður en ég hitti þig og ég svona vissi ekki hver þú væri og hvað keyrði þig í gegnum alla þessa vinnu og hvað gerist, hvað myndi gerast þú myndi bara hætta bara Einar Bárðarson retired það myndi bara hverfa bara eitthvað heimti sín og bara hverfa bara hætta hverfa bara úr augsýn sko og það, ég skrifa hana myndi kveikn í þér eða myndur þú bara vera heima kósi með kamilute ég sé það fyrir mér sem sagt, ég sé þann dag alveg fyrir mér og einu sinni var sá dagur sko í hugana þannig að þá þyrfti maður að sko einhvern veginn þú veist, þá var maður svona orðin eitthvað eða ætti eitthvað en ég sé fyrir mér sko að sko ég sé ekki fyrir mér að slökkva öllu en ég sé það fyrir mér kannski svona 10 ár að slökkva á öllu sem ekki svona algjörlega prinsipalt til dæmis þetta verkefni sem ég talaði með ykkur áðan sem þessi sýnmunum alþjóðlega hlaupakeppni, hlaupaviðburð tengt heilsu og svona vera bara svona svolítið góður í því og restin af árinu væri maður bara svona að senna sig svolítið sjálfur sko og bara gangast upp í því að vera til dags fyrir þá barnabörn og þar alveg börnin manns og svona hafa þú veist að því ég hef ekki áhuga á að ég hef alveg verið til í að vera kannski á þeim stað núna eftir kannski 5 ár en þú veist, svo tekur maður einhverja 2-3 vilsubegir og þá lengist leiðin á þennan stað en ég sé það fyrir mér kannski svona kannski þetta svona 10 ár en sem sagt það er maður mission á ekki held ég hvað að slaka á að vera fjárhagslega frjáls nei að vera sko sem sagt sjálfbær sjálfbær ekki þú veist þannig að maður getur svona að lifa sæmilega þú veist og ég hef ekki áhuga í dag og svona einhverju vellistingarlífi heldur bara þú veist að því það er það fylgir þinga öllu skilur bara við þekktum hana svo vel út úr hinu og þú veist og mikið þessu og mikið hinu og þú veist maður þarf að hreyfa sig og maður þarf að gera þetta til þess að bara sálin nærist og svona þannig að ég hef svona takmarkaðan áhuga á því að gera ekki neitt þá myndi ég alltaf vera að fylgjast með einhverju að þú veist heilin er alltaf í einhverju svona gangi en ég á ekki vandrað með að eins og að þú veist ég veit alveg hver ég er og þú veist ég sest niður og horfi inn í sjálfa mig og svona þú veist þá veit ég hvar ég var og þú veist hvernig þetta er allt svona tilkomið ég er ekki hræddur við það eða er ekki í dag á einhver svona flótta undan hvorki sjálfum minni öðrum sko þú tekir hræddur við að hvíla bara í þér nei það er ekki þessum að deyja bara eða þú stoppar nei bara allir með þessu núna í síðustu viku þá stimplaði ég út úr öllu og var í sveitinni á mamma og pappa með krökkunum þú er ekki veikst eða neitt nei og hérna meiri sig að sko þú veist konan sagði bara ferðu ekkert í bæinn þú varst ekki að trúa því nei hún var að reyna sko að koma yfir á mig erindi sem að hún átti í bæinn sko þannig að hún endaði með því að þurfa að fara sjálf í bæinn það kom mér aðeins óvart sko en það er líka bara því maður er búin að vera í svona ákveðnu vinnu með það veist, og maður er að leita mikið hugleiðslu og svona hjá hann Guðna það var veldig skemmt Róbjóka og hann sko hann bara 6:50 á þriðjudögum og fimmtudögum
þá fer hann bara live á Facebook fyrir ákveðin hóp og það er öllum velkomið að koma inn og þú sér náttúrulega bara hann, þú sér ekki alltaf hérna, þetta er svona 100-150 mann sem koma og bara hlusta á hann tala. Hann er rosalur, hann er á listanum, ég langar að fá hann hingað sko. Já, hann er alveg stórkostlegur, hann svona kveikti svolítið á þessari ábyrgð hjá mér og ég var alltaf í svona tókstreitu vegna þess að með það að því mér fannst alltaf sko þegar ég alast upp á Selfoss og svona þá voru svona sprellikallanir og svo voru þeir sem þóðu bílið sem 3 í viku og það var einhvern veginn ekkert á milli það var bara þessi algjört ábyrgðarleysi og svo bara svona neo-nazi approach to keeping it simple sko. Simple and safe já og einhvern veginn bara ekkert þar á milli og maður svona þú veist er ekki hægt að vera með hressuköllunum og vera skemmtilegur en vera samt með all the shit together sko. Skynsami og ég er meðalvegur já og ég er svona þú veist að því mér langar ekki að vera sjálfum glaður í því en mér langar bara að vera í því skilur og þú veist þetta upplifið svona í svona ákveðni þú veist stóti mín er 13 ára og það er rosamörg verkefni fyrir mig í því að eiga 13 ára gamla dóttur þú veist það bara ég kem valla inn úr hurðina og svo sé með einhverju hugmynd af einhverju skutli sko og og bara þú veist og vinnar mín svo síðustu 3-4 ár við hefum verið með að mæta því í mótstöðleysi veist ég fór út klukkan 6 í morgun tók ákveðna vakt á þannig ég fór í vinnuna svo var ég í vinnunni minni svo fór ég að hitta einn góðan félaga minn sem er fyrir stjórnarformaður í Votleysjónum og svona þess að byrja saman bækur okkar svo kom ég heim klukkan 6:30 og alltaf svona taka fréttinnar og aðeins að fara í stöðuna með frúnlega hann í kemminga þá kom bara dótturinn með heyrðu pappi og ég bara ekkert mál og við fórum eitthvað að veitla og það er svona maður sem ég kann mjög vel við það er hinn sem að þú veist, er alltaf svona aðeins og eftir sér skilur og alltaf aðeins svona þú veist ég er alltaf að vinna mig frá honum til þess að vera veist, og ekki fyrir alla veist, þetta er ekki búið fyrir alla þessi velvild sko, eða þú veist þessi svona ekstra velvild en hvernig greinir á milli? Allir inn á heimilinu og þetta og allir vinir mínir ég á alveg sjúklega mikið af kuningum en ég á örfáa vini ég held að flestir áttu sig á því nú svona upp og fært og það er þannig veist, sölumæður deyr er alveg svakaleg ég sá það sko 2000 í Borgarleikhúsinu alveg svakaleg svona það þurfa allir kallmenn að horfa á það leikrit því það bara, þú veist annarkvort ertu ekki komið þangað eða þú ferð þangað og þú veist það er allir vininir og kunningarnir þessi reddar og svo bara drefstu eða skilur eða þú veist þú ert bara ábyrgð á þínu vinum og bara þú þarft að vera reliable og það er, þú veist, þetta snýst það sko og það er og þetta sem við tölum aðeins að þú veist vera gildandi þú veist og svo reyna að vera og svo farast í það að reyna að vera meira gefandi ég hef ekki haft áhuga á því að verða frægur en það gagnast mér mjög mikið að vera þekktur og það er óbúslega munur á því í mínum huga og auðvitað þarf maður að gefa tilbaka og þú veist vera til taks fyrir þá sem að þú veist, það er svona þú veist með nánasta kerfið þitt vinnin á svona og svo ertu með þennan stóra kunningjahóp þú gerir einhvern tímann eitthvað fyrir mig, ég ger á móti þetta þarf að halda bókaldi maður þarf ekki að halda bókaldi yfir þetta en maður þarf að passa að skulda ekki neitt í þessu flæði en fræð er ekki sko ég hef þá valið mér eitthvað annað ef ég hef verið bara svona specifætt hrifin af því en þið virðist hafa tekist þetta ágætlega sko. miðað við hvað ég heyri sko. það er svona og hvað ég er að heyra alls og hvað ég heyri frá öðrum og hvað ég er að heyra frá þér sko. en það er svona því bara klettur það hefur verið svona og eins og sé, það hefur oft sko, þú veist, það hefur náttúrulega maður hefur líka, þú veist
því fylgir líka þá þarftu þegar þú veist þegar maður lendir síðan í svona áfall eins og bara lögðum með þetta slís þá það þú veist þá einn ábyrgur því en þá líka stíga inn í ábyrgin og bara taka ábyrgin á því sem hægt að taka ábyrg á eins og umgjörunni sem að var en þú getur ekki komið fyrir slís og þannig alltaf þú veist bara gagnvart öllu, þú bara berð ábyrgð og þú reynir að gera þetta besta en það þýðir ekki það að maður sé fullkominn sko. Síðasta spurningin hérna á þessum lista séu hvað þetta hérna, Davíð? Já, þetta rosalegt og það kannski tengt þessu, ertu einmanna? Það hafa komið tímar það sem að þú veit svona jarðið sko. Já, sem að maður svona upplifir svona það hafa komið tvisasinnum fyrir svona kannski seinni árum að ég hafi upplifað það að vera svona svolítið svona einn að það er mjög skringilega einvera vegna þess að ég umvafinn þú veist bara góður fjölskyldu og svona en ég held að það hafi verið svona einhvers konar hugarástand og þá er maður á einhverju svona þá er maður í einhverju stökki á milli einhverja eða þú veist þroskastig og hérna og svo en ég er ekki í því ég er ekki ég er ekki einmanna sál í þessu öllu saman nei en það er hins vegar ég held að sé hins vegar öllum hollt að vera óbúslega meðvitaður að þú veist hvað þetta er allt hérna ekki sjálfgefið hverfult og bara eins og fyrst það er ris og það er niður þó það sé ekki kannski það þurfi ekki alltaf að vera dramatískust sveiflur í heimi en ég finn það alveg stundum með maður í rosalega framleið og stundum þá maður taka tilbaka og stundum með maður bara ekki eitt og svo næst er maður bara svolítið eins og lagi með Frank Sinatra sko hérna þú hæstu hæðum í april og svo ertu alveg komin í klósti í mæ og svona aðeins að upplifa þetta í gegnum mjög góðan dreng sem heitir Björn Steinbeck sem fekk svona svolítið nágranni rétt hjá okkur gekk ekki óbúslega mikið mótlæti af aðstæðan sem hann alveg gengist við og tekur ábyrgð á en það voru samt element í því mengjölu sem hann gat ekki borið ábyrgð á og sem að hann er blekktur og hann er svo sem lýst í ágætlega og svo núna í þessu miklu velgengni sem að hann er að uppskýra með alla þessa vinnu sem hann er búin að setja í að mastera þessa drónamyndatöku sem er eitthvað allt annað heldur en hann kom sér í vandræði fyrir 3-4 mánu síðan og þú veist ég hef haft svo mikinn áhuga á þessu fólki ég hef eiginlega ekkert rosalega mikinn áhuga á fólki sem að sko hefur ekkert eða þú veist, hún vil ekki taka niður heldur bara að segja það er í raun og ekkert varið í því fyrir þú hefur staðið upp aftur þá veit ég sko hvað er margir strokkar í vélinni sko og þú ert farin að standa upp í sko 3., 4., 5. skipti þá er svona þú veist þá ertu algjörlega sko óhræddur og ódreipandi því að bara sko árið 2001 þegar ég lendi sko í næstsíðasta í Eurovision fyrir fram að alþjóð og alltaf alla Evrópu það er rosalega öll bara koma ekkert aftur eftir það nei algjörlega það er bara langt þægilegast það er bara að fá sér bara 2 per 1 skóm og that's it sko svo ertu bara á netinu bara að raun yfir alla það sem eftir það er rosalega þægilegt átróð sko en svo bara stendur við upp og svo farið aftur á kjaftin og svo stendur við upp og svo farið bara aftur á kjaftin og það er bara sjómennskan og það er bóndi og það er öll íslensku elementin í þessu stíga ölduna stíga helds ölduna maður og það er bara fiskur núna og það er allir úti fucking það er bara sluðis heyr það var bara frábært að fara að kynast þetta takk fyrir sem leis gaman að koma í þótt á sig já, bara heiður sko
Það er lýraldurinn áttu vona og Já, komum við Sko, við fórum halvan annan bolla. Við þarna fórum ekki aldrei í hampin, sko. Við eigum það kannski bara eftir. Já. Við tökum það seinna. En hampurinn er hér. Já. Skal sýna þetta bara. Já. Þetta er hampurinn. Já. Og við gerum bara svona. Voru þetta svo bara tóbakið? Já, tugga. Já, þetta hvað gerist? Heimarækta, og ef þú ert að binda kolefni, þá var það í þessu. Við þurfum að rækta 30.000 hektara á næstu 10 árum árlega og þetta ekki að hafa áhyggjur af kolefnisbindingu aftur. Þetta er náttúrulega smakkast svona bara eins og Dögt súkkulaði. Þetta er ofurfæða. Þetta er nú ekki Þetta er ofurfæða, þetta er heimarækta. Já. En eina Já, bara frábært. Já, mjög ánægð. Yndislegt. kemur varlega heim. Já, takk fyrir það. Takk.